Fyrir Demi Lovato, vonandi gengur henni vel í afvötnun en förum að byrja þetta. Klukkan orðin 4 og það föstudagurinn 24. ágúst. Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti og beint á móti mig sitja 2 hundar, annar þeirra heitir Egill Einarsson og hinn heitir Steindór Hróar Steindórsson. Ég ætla að byrja á þér, Steindi, hvernig hefur það? Herru, ég hef aldrei verið betri. Sko, allavega hér í borginni glampandi sól. Herru, já, við erum með glugga, við erum nú komið inn á það, við erum í glænju stúdíói og allt þetta og það rosalega fínt veður úti. Ég funkar þetta veðri, ég í hafæskirtu og ég hef aldrei verið betri. Hefur ekki þátturinn okkar bara verið betri eftir að fórum í nýja stúdíói? Já. Við erum einhvern veginn svona að maður gladari. Já, bara að sjá út og svona. Já, séð þess að, sko, plúsvara mínu svo við þetta. Þegar það kemur vetur. Snjór sem að fara að kikka inn í þessu gluggalösa ógeði sem við vorum í, þá sjáum við aldrei viðbjóðin. Þú nú það kannski að taka muffin ears á krakkana í bílunum, en þú kallaði þetta rúmkompu þar sem við vorum hérna á sínum tíma. Já, þetta var svolítið þannig fílingur. Niður grafið og svona heitt og engin gluggi. En sko eins og núna ég að horfa út, Laugardalsvöllur, sko það grænt gras og það sunshine og þetta líklega Esjan. Steindi, þú ættir að vita, þetta Esjan hann? Já, ég held að öll fjöll á Íslandi séu Esjan. Þetta þarna eða? Nei, þetta þarna. Nei, þetta Akranes. Steindi hefur ekki hugmynd hvað fjall þetta Málega, ég fór eins og upp Esjuna á 40 myndum. Það er mest að líka sér. Nei, ég gerði það. Það er bara þannig. Akkurat. Þú keyrður upp. Ég bara hjólaði, ég bara hljópi þetta. Eða þú veist, svona, lappaði þér. Hljópst upp, já, reyndar tókstu 20 og eitthvað kílómetra í fyrra. Já, heyrðu. Á 2,5 tíma. Við höfum ekkert farið yfir þetta. Hvernig fór þetta alls saman? Hljóp Pétur aftur á bak, fór Rikki í kleinur hringja peysunum sína. Rikki kláraði sitt á klukkutíma. Já, það er það ekki bara fínt. En veistu að það var eitt skellu fyrir Kájóð. Hann var á verri tíma en þú og ég held að hann var meiri íþróttamæri en þú. Já, hvað tók hann þetta á? En sko, það er náttúrulega ekki hægt að rakka niður. Hann hljóp 21 km sem er magnað. En hann var á verri tíma en Junior. Sko, málið er að við þurfum að hrósa Steinþóri. Þetta er eina skipti sem hann stað við það sem hann segir. Það er bara svolítið. Það er náttúrulega bara ekki rétt. Ég stend alltaf allt sem ég segi. Þú sagðir að myndi vinna Loga Bergmann í backpushingjarni. Það klikkaði. En þú sagðist alltaf klára 21 km og gerði það. Og þú varst á betri tíma en Kjartan Atli brennslu drengur. Já, ég ætla að spyrja okkur einu, bara því að þetta er fram að mig. Hver haldið eigi, þetta var að detta þetta á Twitter. Föstudagar fyrir langa löngu voru 2 gramma dagar, stundu var dagurinn 3 dagar. Maður rankaði við sér á sunnudegi og reykti sér niður. Nú þarf maður ekki nú lifir maður ekki lengur á vígvellinum. Þá hugsa maður til þeirra sem eru að núti og vonaði lifi af. Það er einn maður sem kendur grann. Þetta er Bubbi Mortens. Þetta var annarkoð Rikki G á nýju kókaðin buksunum sínum eða Bubbi Mortens. Það var að ná sér í bimma og komin í hvítu buksunar og þetta var King Bubbi. Það er Bubbi. Já, föstudagar fyrir langa löngu voru 2 gramma dagar. En málið er það, Bubbi er líklegast að lýsa Rikka í dag. Sko, nei, það má nú ekki segja svona. Má ég koma smá gaggrinn á Bubba? Út af því að sko, nú er ég ekki mikið í Eyjónu sjálfur og Er það jákvæð, er það uppbyggileg gaggrinn? Já, uppbyggileg gaggrinn á Bubba. Nú erum við félagarnir ekkert mikið í þessu dufti, bara meiri í áfenginu eða svona bjórnum inn og milli og svona. En mér finnst þetta slagt, þegar Bubbi var svona áluföru í Eyjónu. Er 2 grömm ekki frekar lýjilegt á einu kvöldi? Er það ekki frekar slagt það? Þegar þú ert áluföru sko, ef þú ert í þessu all-in þú ert ekki að taka 10 slög á einu kvöld. Hvað með 10 slög? Það ekki? Ég held að það sé bara hjartaáfall. Er það? Mér finnst 2 frekar slagt. Mér finnst vinningur í Bubba, mér finnst þetta frekar lélur árangur. Nú er náttúrulega, sko, málið það, ef Öddi væri professional, þá væri hann núna með eitthvað junkie á línunni sem við getum bara spurt. Nei, ég bara las óvart þessa Twitter-fæslu að hann sinna. Ég veit ekkert hvað mennur í. Var maður senda á Twitter það? Já. Mér finnst þetta samt skrítið að Bubbi, þú veist, 2 grömm einum degi. Persónulega, ég held að sé fárlega. Það hræði mig bara pínu að þú skulle vita hvort það sé mikið eða ekki. Þar sem þú nú ekki prófað þetta sjálfur. Nei, en ég heyri hvernig fólk talar um þetta. Og það ekki bótið einhvern stelahaug sem tekur svona 300 grömm á einu kvöldi. Það er bara svo leys. Það er veistla framöndan hjá okkur, kæru hlustendur. Við funkurum eftir veðri eins og Steindi talar oft og það er fínasta veður í höfuðborginu. Við erum í, gír. Við ætlum að vera með hér, sko, augljósstaðarendir. Það eru mjög augljósari dag. Ég er bara mér spenntur að fara yfir þér. Þú ætlar að sjá myndir fyrir cash. Já, það er rétt hjá þér. Þú ert með spurningakeppni Gilsarans. Já, sko, koncept í dag er út af því að nú er fólk, sko, sumar er búið. Fyrir það sem er að hlusta. Nei, samt ekki, er ekki ágúst búið að vera svona skást í mánu? Já, það er búið að 24. ágúst og konceptið er, nú er rútínan dettin, skólanir er að byrja, vinnan er svona sumarfríið búið, back in the routine. Er það ekki bara ágætt?
Jú, Mamma það er sett þetta eftir í rútínu. Jú, ég meina, þetta er svona, þetta eru heilsumánuðir, seft, oknóv Finnst þú þetta alltaf að segja sumarið hafi verið búið? Já, sumar í gæðsulöpum, komið 3 dagar, voru góður. En it's just king of entrepreneur, út af því að nú er vinnan að dettin og sko, svo líka því að við erum alltaf að tala um þessi föstudagur og allir í geggjum gýr en núna er komið inn á Vísi, þá sjáum við hversu margir hlusta á þáttin á Vísi og já, til dæmis bara þar síðasta þátt eru 30.000 manns búin að hlusta, þannig að nú er kannski einhver að hlusta mánuði, þannig að við þurfum aðeins að tala við þann sem er að hlusta mánuði og segja, herðu, þetta verður góð vika hjá þér. Ég þú meina það er stór prósenta sem hlustar á mánudum? Nei, ég segi nú bara svona. Það er mikið af fólki sem bara býður með að taka okkur félagann, tekur okkur á mánudum þegar þau litlir í sér. Það er samt vitlaust að taka þetta föstuði í gýr, sko. En já, talandi um gýr, við erum í gýr, vonandi þið líka, kæru hlustendur. Hér kemur Rudimental, Macklemore, Jess Glynn, Dank, voðalega margir, skeytir ekki máli. Þetta er eitthvað lag. Já, vonandi hittustu einhvern veginn á hlægjum af þessum dögum, syngjaðu hér These Days. En þeir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við drengirni þökkum ykkur kella fyrir það. Og ætlum að reyna að launa ykkur það bara með, okkur fyrir allt í gang hérna. Herðu, stoppaðu lag. Út af því Nei, það er eitthvað vesen á kerfinu núna, þetta er ekki mér að kenna. Núna verður gott að hafa Richard. Já, nei sko hann er vantarlega í gólfi núna Herra, ok En góð regla þegar taktin klikkar ekki panika. Nei, ég er ekki að panika. Þú panikar aðeins hana? Þú stressaðist allir upp. Já, stressaðist aðeins upp. Ég mérst bara pínu skrýta okkur að næsta lag fyrir í gang. En við veitum ekki stressa okkur. Sleppuð því bara að spila tónlist. Akkur þurfa að vera að spila tónlist þessu þætti? Þú veit ekki bara að spjalla hérna? Þú veist að pausutakina 2 strik niður, hlið við hlið. Stopptakkin er yfirleitt bara svona kassi, bara svona fyrirningur. Já, en það er búin að stoppa. Og hann er yfirleitt rauður. En það er komið að slúður í FN 95 blöð. Já. Til í gott slúður, ég er með fínan pakka. Ég er svona freka peppaður. Ég ætla að byrja á Meghan Markle. Yes. Já, þú veist hvað það er. Ég er búin að horfa á hvern einn og einasta þátt af Suits. Já, góðu þættir. I'm a fan. Já, gaman að því. Já, prinsessan. Já, hún er orðin, prinsessa hertugainja Sussex. Hún er hertugainja Sussex, alveg sem þú kallar Success. Já, Sussex. Það betur, hvað, er hún ekki bara prinsessa í Breitlandi? Já, en þau fá alltaf einhver svona titla. Já. Og þetta, sko, slúður er ekki hana, slúður er bróður hennar. Því að, hann er mikið að gagnrýna hana. Eitthvað ræfilega. Hann heitir Thomas Markle og hann var að segja núna í risa viðtali að hún er ekki svo sama hún var áður hún var fræg. Meghan sem ég man eftir var umhugsunarsöm og hugsaði alla það sem að henni var mikilvægt. Síðan hóf hún feril sinn í Hollywood og var í þessum þætti þarna Suits. Suits? Já, að vera fræg hefur breytt henni. Kannski líður henni eins og hún sé yfir alla hafin. Vá, þetta er einn öfundsjúku bróðir. Er bróðurinn með allt lóðurétt eða? Hljóma svona eins og hann sé með allt in the shitter? Hvernig það? Þetta hljóma svona eins og hann sé með allt in the shitter. Já, bara svona skuldi mjög mikið af peningum. Og það sé að bytta sýstir hans. Já, svona. En hann segir hún hafi verið æðisleg manneski áður hún var fræg og hann segir að þetta sé orðið ennþá verði eftir hún var prinsessa. Já, sko, svo segir hann ekki ég hérna skýtur hann aðeins á sig, sko. Hann segist það hafi verið mjög sári yfir honum og fleiri í fjölskyldinu og ekki verið boðið í brúðköpi. Ok, ef allt hefur verið upp á 10 þarna, er ekki mjög líklegt að hún hefur boðið í brúðköpi það? Ég meina, ef við tölum er það ekki þannig? Ef allt hefur verið upp á 10. Það er að tala hreinu íslensku. Ef við tala hreinu íslensku. Er ekki eitthvað góð líkur að bróðurinn hafi verið boðið í brúðkaupið? Það er mjög spes. En hann er ekki búin að vera en asshole. Já, það er mjög spes að bjóða ekki bróður sem í brúðkaupið, sko. Það er þetta mjög skrítið. Það er mjög skrítið. Málið er samt. Auðvitað breytistu þú var en prinsessa. Þessi gæi, hversu heimskur er þessi gæi? Málið er það, ég verð að taka eiginlega. Hann er döðskall, sko. Nei, auðvitað breytistu þú var en prinsessa. Já. Versus, sko, ok, Gilsi, lagermaður 2006, IKEA. Spólaði 10 ára tíðan, prins. Men er ég ekki sjálfkrafa pínu lítill asshole? En finnur munaði núna að vera útvarpsmaður á FM og það er nú smá svona prinsstatus í því. Já, ég veist, ég svo núna, ég var mjög almennilegur 2006. Þú dónalegur? Við venjulegt fólk bara, ég er dónalegri. Og slæðir fólk utanundir? Alls ekki. Þannig að þið finnst alveg eðlilegt að hún sé orðin svona aðeins betri með sig og svona prinsessa blöð. Ég er alveg sammálaglið, auðvitað, það gerist potið eitthvað þarna. En máli, ég held samt að Róbert bróðurinnar, ég held að hann sé á kafi fíknefnum.
og heldur sterkum það fíknefnum alla það er orðið svolítið pirrandi þessi fíknefna umræði mér finnst bara eins og sko, hann er bara loose cannon hann er hann vælandi í blöðunum fekk ekki boð í brúðkaupið svo er reyndar einhver ástæð fyrir því svo er stór hættulegt Já. þegar svona menn segjum mann sem er allt í rugli ég er ekki viss um það hann er í bullandi rugli það er ekkert potið en segjum mann sem er allt í rugli þarna því að systir hans er orðin prinsessa þá getur hann bara ná sér í auka bucks bara þegar hann vantar hann veið bara, herru, ég skal taka eitt viðtalið og segja ykkur frá því hvernig hún var ok, kannski er Meghan Markle an asshole Nei, og við veitum það ekki ég sé bara segja, kannski mjög líklega sko, útilökum ekki og hún sé bara an asshole en mér finnst það ekki líklegt mér finnst líklega að bróðurnar hafi verið bara sambandir að verið slæmt áður var prinsessa og núna kemur hann eftir á og reyna drölli yfir hana og fá smá airtime út af því að The Sun borgar honum 10.000 pundar komið við þetta I call bullshit Við ætlum að call bullshit á þetta Egil og loka orðið þarna við ætlum að fara í næsta slúður og það er af rapparanum Nicki Minaj hún segist ekki standa í rifrildi við Kyle Jenner persónulega heldur aðeins við kærasta og bassföður hennar sem er rapparinn Travis Scott og þetta þau eru búin að vera Travis Scott sem er með Kyle Jenner sem er með Kylie Jenner og þau eru, sem sagt, hún er eitthvað fyrrönd og þau eru búin að vera hnakkrífast á samfélagsmiðlum og þannig en hún vildi núna sagði opinberlega, ég ætla ekki að leyfa ykkur að gera mig og hana að einhverjum óvingunum ég hata bara kærastinn hennar sem sagt sko Scottarinn og Nicki þau eru fyrröndi par ég skil og þau voru bæða að gjóð plötu núna fyrir stuttu og þar hrefti Scott fyrsta sætið af Minaj á vinsældalistan þannig að þetta er svona celebrity beef þetta er alvöru celebrity beef það er ekki hugmyndu hvað þessi Travis Scott er en ekki heldur en þess og er Nicki, er hún í öðru sæti af listanum? Sko hún var efst og svo kom platan hans þannig að og þau eru búin að vera hnakkrífast það er líka hvað finnst ykkur celebrity beef að vera hnakkrífast við aðra fræga manneski á Twitter eins og þau eru að gera þarna og þetta það er ekkert verið að bara, það er engir hanskar uppi sko. Stundum er gaman að fylgjast með því þau græðar alltaf jafn mikið á því sko heldur þetta að sé stundum planað? Nei, þetta er kannski ekki planað en þau eru alveg bæða að elska þetta sko þú veist, það eru fleiri fréttir og þau eru að gefa út plötur og þetta er náttúrulega alveg þú veist, þetta er gull fyrir þau að vera að fá allar svo umfjöllun í miðri plötuútgáfu sko. En vill maður svona fréttir? Ég veit ekki. Nei, menna, hvernig fréttir þetta? Er þetta ekki bara, hei, þú ert fáti? Nei, þú ert fáti. Það er ekkert verið að risti gömul sár og... Nei, kannski ekki. Okay. Svo er það lokaslúrið og þetta er skellur fyrir okkur því að við vorum að ræða Batman daginn. Ben Affleck, hann er farin aftur í meðferð. Hann er farin í meðferð í þriðja sinn að ósk fyrirvændi eiginkonu sinni Jennifer Garner. Hann er alvöru fyllibit. Já, hann er búin að glíma við ósk fyrirvændi, hann sagði, hringdi hún í hann fyrirvændi, sagði Ben viltu ekki skella henni meðferða? Ég held þetta sé náttúrulega þegar 3 börn saman og eitthvað svona kannski fara að áhrif á það kom ekki frá honum persónlega en hann ákvað sko þetta er samt þá hef ég ágjörð þessu hann dettur aftur í það er 100% getur náttúrulega komið fyrir hvað sem er en mér fannst Ben Affleck ekki vera svona caught up in ég elska bara fás leið og hann var í tökum hérna og svo er Batman-mynd á Rauvarhöfn eða eitthvað og þegar hann hendi í Next Round is on Batman á alla aukalakar í Íslandi 3000 manns í liklu kofa þarna þá vissi maður bara það er allt going down the zero mér finnst ekki að hann kallið sjálf á sig Batman veist hvað Steindi sagði við þegar við vorum út í Vegas hann sagði öskra, það voru á barnum og hann sagði öskraði núna Next Round is on Batman hann vildi að ég væri Bat en þetta var góðu brandari þá sko hann var góðu brandari þá B-E-T blöð Batman hann er B-E-T stríkan á milli hann er Batman ég slóða þessu sko en mér finnst þetta ekkit þetta var svona auðvitað þetta var ekki svona brandari ég rata útjókur sko ég þurfti ekki að fara úr kasinónu en Ben Affleck er komin í sloppin en við erum allir aðdóndur Ben Affleck er flottur leikari við erum bara óskomunum allsins besta rosalega huggulegu líka það sem ég ætla að kunna vel þetta er bara mikil fyllibita og það er bara oft hannig við þekkjum fullt af þeim en málega ef ég myndi leika einhvern tímann í Batman þá myndi ég bara tala mig sem Batman ef ég var á barnum þá myndi ég segja Next Round is on Batman ég myndi gera þetta nákvæmlega saman sem Batman en það var spilafíkir til Söðum Blöndal myndur þú að kalla þið alltaf Batman mér finnst þetta geggja nafn breyttu Twitter-nafninu í Söðum Blöndal í Batman Batman þetta er geggja svo Hefur þú smakkað kjúklingaborgaran okkar? Buffalo eða barbecue? Dirty Burger and Ribs Eftir slys tekur oft við mikil óvissa Við hjálpum þér að sækja réttin Fulltingi, þinn réttur til bóta.
Pizzudagar á pizzunni. Stór pizza að matseli á aðeins 1490 krónur. Pantaðu á pizzan.is eða í síma 578 88 88. Umvefðu þig í náttúrunni með umhverfisvænum og lífrænum snyrtivörum frá Sóley. Superdagar Sixt, margar gerðir, mögnuð tilboð, superkaup, sixtbílasala.is. Allt svo mátulegt. Kormákur og Skjöldur, Skólavörðustíg og Laugavegi. Átt þú bilaða Apple-tölvu? Við veitum snögga og góða þjónustu. Viss viðurkenndur þjónustuaðili Apple. Ferskur matur sem hressir þig við. Serrano. Fresh, happy, max. Stöð 2 Sport verður í beinni frá Old Trafford á mánudag þegar heimamenn taka á móti Tottenham. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Hey Fonsi. Mikul hlustendur, ég fyrir gíra á hlusta þetta lag. Echame la culpa. Og þetta er Fonsi. Já, sorry, glemt að kveikja okkur. Hérna er Despacito. Hvað sér þið? Þetta er sömu meistar að gera Despacito það ekki? Jó, Þetta er eðlilega gott lag. Ég var að fíla þetta í tætlun. Og ég líka fíla að þessi, hvað heitir hann, Fonsi, Louis Fonsi. Hann er greinlega ekki eitthvað svona one hit wonder eins og Sæ. Sæ átti gamla Gentleman. Þetta er nákvæmlega sama tilfelli. Ég gáði báðir út eitt gott lag og svo komaði tilbaka með alveg eins lag sem er ekki jafn gott. Mér fannst þetta gott lag sem við vorum að hlusta núna, grínlust. Echame la culpa. Þeir að drölla yfir Sæ og það gerir Gangnam Style sem var monster hit. En þið gleymið Gentleman sem var helmikið betra lag og síðan kom lag sem líka geggjað sem er Derry. Derry, hvað lag? Derry er geggjalag. Ég hef aldrei hýrt. Hann er með 3 geggjað. Syngdu eina setningu Derry. Eina setningu. Þú mannst það ekki sjálf. Þú mannst það ekki máli. Það er auglýsing í gangi átt. Er ekki mér að kenna. Ég kveikja YouTube og kemur auglýsing. Þetta er bara að spila þetta. Veitu? Þetta er ávitt. Það er liðlegast að lasa mig hér sko. Þetta er fucking geggjalag sko. Nei, herru, jæja. Settu inn í það. Settu allavega, og þú veist. Maður heyrði það. I got it from my daddy. Babe. Ói, barasta. I got it from my daddy. Shit, hvað er liðlegt. Ég hef aldrei heyrt þetta ógeð sko. Gefðu séns. Þetta er ekki gott. Gefa þessu séns. Þetta heyra þetta? Já, maður, þetta er alltaf sami tónnin. Myndbandin alveg eins. Ok, áður er drullið Sæ og það ég er his biggest fan. Hann á Gangnam Style, Gentleman og Derry. Vá. Hann að hætta að kalla One Hit Wonder. You piece of shit. Ok, það er allavega komið að slúri. Nei, slúra, komið að kortmyndur frekar hér í FNÍ. Vanilla Ice var One Hit Wonder. Já, og MC Nice Ass Baby. Já, frábært. Þetta kalla upp Sæ það. Ok, Sæ er ekki One Hit Wonder og kæru hlustendur, ég tek þetta tilbaka svo við getum haldið áfram með þáttinn. Flottu tónlistamæður. Já, það er komið að kortmyndur frekar og ég sé það í dag. Steindi fekk myndur fyrir Cash sem voruð þið samt ekki búin að taka það að. Nei, ekki gafstu honum það í dag. Sko, málið það. Að gleyma upphaðan hjá hann. Ég veit að hann sendi á mig eitthvað, ég tek hann. Leif honum að taka það aftur. Ég er með rosalega sangjarnar og góðar upphæðir og góða spurningar. Ég er ekkert að saman með þetta sko. Ég eitti alveg tíma í þetta í dag. Ok, en byrjum á kortmyndur frekar. Og fyrsta spurning, kortmyndur frekar pröfa BDSM kvöld í Kópavoginum með eða skrá ykkur í vísindakirkjuna og nú eru þið báðir á föstu þannig að maki ykkar myndi koma með ykkur í vísindakirkjuna og maki ykkar myndi koma með ykkur á BDSM kvöld. En málega þetta BDSM kvöld það voru ekki allir, þetta var ekki eitthvað swingparty sem allir voru að fikta ykkur öðrum. Þetta var bara ekki að leysa, var þetta ekki bara eitthvað. Var þetta svoleiðis? Nei, var þetta ekki bara að leysa að lappa inn í læðri? Ok, förum að séu, þú maður að ræða þetta. Hvernig er hefðbundið kvöld á BDSM kvöldi og hvernig er svona hefðbundið kvöld í þessari vísindakirkju? Förum að séu við það. Vísindakirkjan er náttúrulega bara lífstíl sem þú þarf að taka að þér. Málega það, þú veist. Það er ekkert eitthvað svona, þetta er ekkert víguður inn í ykkur rugli. Nei, þú kemst aldrei út. Aldrei. Nei, þú fastur. Þú fastur að þinni. Kemst aldrei út. Ég meina Tom Cruise hefur ekki komast út og John Travolta og fullt af liði sem er bara, þú bara fastur. Segir allar upplýsingar þig og eitthvað. Basically, þeir eru út í vasanum. Ok, BDSM er ekki bara raskjeltur og eitthvað. Jú, þetta er eitthvað svona. Það er ekki bara bondage og eitthvað. Ok, segjum núna að verðum að lappa inn í vel sveita kjallarahólu hjá skátameistarunum í Kópavogi. En af hverju þarf þetta að vera vel sveitt? Af hverju er þetta ekki bara eftir í turnunum ok, kannski með Ocean View? Af hverju það í kjallar? Af hverju þú alltaf með svona ógært að ég veit það ekki, ég hugsaði bara að það væri svona einhver kjallari í einhverju ráðsefn. En allavega, ok, förum upp í turnin í Kópavogi.
Efstu hæð út með Ocean View líklegast er nú dreigið fyrir anskotin af það en allavega það er BDSM kvöld er að fara að byrja hvað er nákvæmlega, ég er ekki alveg viss sko, hvað er að gerast þar? Ég veit ekki sko fólk fer í búninga já, það veit allir að það eru búninga sem er skemmtilegt þú gæti fengið kúlu upp í þig og svona já, svona rauðu kúlu og beislið ég meina þú gæti þú lendir ekki í því að fá kúluna upp í því þú ert alltaf bara röltandum og hei, viltu kúluna? Já, ég er að segja það já, ég meina, þú tekur í kúluna nema vilja kúluna og síðan er alls konar svona eitthvað svona vöndur svona til þess að píska þú og slá svona í bossana þetta hljóma bara eins og besta partí sem við veitum sko. Hvað er vissinni að það? Það er alltaf hættulegt þegar við byrjum að tala um eitthvað svona sem við ekkert vita en ég held þetta sé að þú vilt láta niðurlægja og með það gengur þetta ekki pínu út á það? Ég niðurlæði daglega bara af ykkur félögunum af öllum ég er niðurlæður í lífinu það væri bara veistla fyrir mig að fara að í törnin í Kópavogi og láta niðurlæða með þess að ég skil ekki vesinni við það ekki neitt hendur mér leður mátum kúlun upp í juniorin látum niðurlega mig, ég er til í þetta sko, gaurinn sem setti þetta óvart inn ég verð nú að taka upp hanskan fyrir hann þegar hann mætti svo bara í viðtal og vísi og bara þetta voru einhver djöfisins mistök hefur ekki hvað hann sagði, hann var eitthvað að tala um vildi ekki koma í skaupinu og eitthvað hann var eitthvað að tala um það verður svo, sko, strákarnir eru pottit þegar við fyrir að selja neyðakallin það er hann í leðubúning og hann hafði bara húmor fyrir þessu sem ég fíla ef ég var að fara að skrifa skaupina þá myndi ég pottit vera að það væri sko, í þessu senu það myndi líklegast vera snjóflóð eða mjög alvarlegt bílslys og það væri bara að vera að móka lið upp úr það myndi heyra bara svo sjáu við gæja með kúluna upp í þess að reyna en ef einhver er að fara að skrifa skaupi það má taka hennar brandara en það er vesend með út adminna fyrir en einni svona Facebook síðu doppelchecka góð regla af hvaða síðu þú ert að posta en hjálpast skáta í Kópavogi þetta er geggjaða koncept hvað segiru, ég er með 2 slasa hérna er þetta ekki geggjaða skets hann er góður skets en það sem ég ætla að segja, ég vil ekki reyna að fá hann í spjallið næsta fyrst ég líka málega sem bara nú í forviti spurjum maður líka bara hvað er að frétta á þessum kvöldum ég var til að bara mæta við verðum að fá hann í chat heldur að mæti, hann er búin að vera vitt hann er til í þetta hann er líbó hann er mjög líbó, við skulum fá hann og ef okkur lísta á þetta, þá skulum við kíkja á eitt kvöld með honum þá er það næsta spurning í hvort myndir frekar og hvort myndir frekar vilja þá er ég að tala um af öðru fólki sem er að tala um ykkur hvort myndir frekar að fólk myndir segja við annað fólk já Steindi, þetta er svalasti gaur sem ég kynst eða myndir frekar vilja að myndi segja já, eiginlega Steindi, þetta er besta manneskja sem ég kynst það er sko málið það hvort vil ég taka bestur eða svalastur það er svo skrítið að vera svala að láta þú ert að taka svalur ná ekki þú ert ekki svalastur ná ekki síðan ég kynst ég er bara rosa ég er að segja takk ég verð þarna I have to call bullshit hann er geggjari skýrtu ég er í hafa skýrtu það er pálmatrjáni þetta er svo skýrtan sem pappans var í þegar hann fekk niðurgangi í Nóatúni akkur eru að koma pappa inn í og hans kampfélag þetta var Nóatúni þegar hann þetta var að hæga sér þetta er þannig skýrta hvað sagði hann aftur allir út svo fórum við inn í lötusport og það myndaðist lykt sko. en málega það hann fekk kampfélabakter, hann fekk matareitun við erum að tala um hafaskýrtu sem er í hvernig gátu þið tengta yfir í skitu í Nóatúni af því að pappin fekk matareitununa á Kanari eða eitthvað og þetta er svona ekta skýrta sem þetta verið þar málega, mönið þið voru að horfa gamla Clint Eastwood myndir þegar hann var með Seago og hugsaði bara, hversu svalur sér gæi með langar að byrja að reykja það er þessi hugsað þegar Stein fór veipa ég hugsa oft, þessi er ekkert eðla svalur sem ná í þannig að ég hugsa oft þannig að þú tekur svalastur já sko, ég hugsa um Steinþór mér svalur hvað, góð manneskja versus svalur, svo vel manneskja Steinþór, hvað þú taka hana sko, ég held að sé alveg það er eitthvað skrítið að vera svalur skrítið að vera hérna samt svona þekktur sem svaligægin sko það hef ég ekki heyrt hann er svalur sko, hann er hefi svalur þessi gægi sko nei það, þú þarf ekki að vera leðu eitthvað með sólgleru til að vera svalur það er bara hvernig þú ert þegar þú tala við það er bara svona þú ert að tala, já basically þú ert að spyrja okkur basically hvort þið myndu vilja vera góðu hjartaða maður eins og kannski Siggi Stormur eða svalur gægi eins og Bjöllinur Siggi Stormur eða Bjöllinur Siggi Stormur er ekki góð manneskja jú, hann er góð manneskja já, hann er ekki svalur
Nei, hann ekki svalur. Hann var kennari minn í MK, þú veist, mér finnst hann ekkert svalur. Fullri virðingu fyrir storminum, þá var ekkert að kalla hann svalur. Nei, hann bara svona. Hann kendi mér í MK, ekkert að hella skemmtilega kennari. Æðislega náungi. Hann góð manneskja. Já, hann góð manneskja. Slaka á, viljum að tala við Já, hann bara í svona príma loftúlpu. Ég bara segi ykkur, hann ekkert að fyndi kennari. Það bara í venjulegum skóm sem hann keypti á góðum útimarkaði, skilur. Ég ætla að velja góð manneskja. Góð manneskja, Steindi. Ekki spurning, góð manneskja. Herru, þá var síðasta spurningin í hvort myndirðu frekar og þetta er aðeins öðruvísi spurning. Ef að þið mættu bara velja eina stellingu þar sem eftir er ævi ykkar í svefnherberginu með makekar, hver er þið valið? Ég myndi velja doggara. Já, stríðlega okkur. Steindi svaraði á nanosekund. Ég hef aldrei heist svara spurningu á hratt. Málega, ég horfði framan í auðvitað bara. Hann var ekki bara að klára. Já, ég tek doggaran. Það er bara hann ég. Já, elskar það. Nei, já, sko, nei, en öllu grunnsleitum Fara svo fílar, ok, bara tölum ára út á topikinu. Já, ég var að fara að segja Fara svo fílar best við doggaran. Já, nei, við doggaran ég var að segja öllu grunnsleitu, þá var ég að fara að hugsa þetta hans betur sem, þú veist, ég var að djóka en ég, sko ég þurfti að hugsa þetta hvað öllu grunnsleitu, hvað er það besta við þessa stefningu, bara hana En sko, ég veit bara að fá reynskilisvar. Þetta er Símon og Silent, you piece of shit. Æ, sorry maður. Og þetta velja eina og þetta rökstiðja. Nei, bara hvað er þið fyrir valinu? Ég ætla ekki að fara nánar út í ykkur. Ekki vandræðilega spurning. Ég vona enginn í familjónu sem að hlusta núna. Það er hræðilegt út af sefni maður. Þetta er ógeðslega spurning. Já, þetta er hræðilegt sko. Velja eina og vera sem bara í því. Þetta er eðlilegasta spurning í heimi. Byrjað þú, Stenþór? Ég er að spá Ég kemur síður á því núna. Já, ég er sko, það koma 3 til greina hérna. Já, það er annarkoð sko. Það er þyrlan. Það er tepokinn. Hvernig virkar það aftur? Það er tepokinn, þú þetta að googla það, ég get ekki sagt það, það er krakkar að hlusta. Standandi 69. Nei, hættu núna að grína. Hvað er þið fyrir valinu? Þú þarf mjög góðan lower back strength í það sko. Í standandi 69? Já, við getum ekki verið að tala um það. Þetta er ógeðslegt. Hann bjóð þetta til. Ég veit það. Akkur getur ekki bara svara hreinskili? Hann sagði doggarinn. Já, hvað sagði þú? Ég sagði eitthvað Steindór sagði það frá fyrstu sekundu. Ég sagði ekki orð sko. Veitu, hvað sagði þú eiginlega? Ég veit það ekki, nú er það blöður reyku eftir mér. Hann sagði lítill tíma eftir. Já, sagði þú að sama ég? Er þetta búin að velja það? Nei, ég ætla... Þú varst bara eitthvað að grínast? Já, ég er ekki búin að velja. Ég vel þú? Ég ætla að velja saman þú. Ég ætla að velja trúbóðan. Já, ég velja líka. Ég hugsi myndi vera það líka. Já, auðvitað. Þetta er svona flókið. Horfi í augun á konniðni, skilur. Og það er bara, þetta er rétt val. Þetta er gott val. Þú vilt ekki horfa í augun á konniðni þess að þú tókst út doggaran. Fáðu þér heima. Allt í einum pakka fyrir heimilið frá 12.990 krónum á mánuði. Kynntu þér málið á Vodafone.is eða í næstu verslun. Vodafone. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni, Garðabæ og til miðnættis í Hagkaup Spönginni, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Meira opið alla daga. Superdagar Sixt. Margar gerðir, mögnuð tilboð. Superkaup. Sixtbílasala.is. Er maginn vandamál? Resílíka meltingagelið vinnur gegn brjóstsviða, maga og ristilóþægindum. Resílíka meltingagelið fæst í öllum helstu apótekum. Krassandi kombotilboð á Grill 66. El Rino ostborgari, franskar, kók og Twix á aðeins 999 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís. E-kort. Frábært kort til að versla með á netinu. E-kort. Check this out. How to summon Slenderman. Góðsögnin lifnar við. Slenderman kominn í bíó. Potturinn stefnir í 6 milljarðar. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Biljardbarinn, fyrir vinina. Biljardbarinn, Faxafenni 12. Rafmagnsbassar, tónastuðin, skipolti. 5 staðir. Mitsubishi og Vargurinn bjóða í pallbíla og veiðiveislu á sunnudaginn milli 12 og 3 á Laugavegi 170. Vargurinn sýnir nýja L200 pallbílinn sinn sem er sá eini sinnar tegundar. Veiðigræjur, vargsborgarar og allsherjar bílaveisla. Sjáumst, Mitsubishi. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll.
Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Við verðum hér til 6 í dag eins og alla aðra föstudaga, drengirnir. Og sko, ég ætla bara að segja fólki hvað vorum að tala um hérna rétt áður komin. Af því að þetta er farið fram hjá þér, Egill. Mér finnst þetta bara svo magnað, sko. Já, ég alltaf með fýtla sem mækaður. Veistu annað? Kveikt okkur allir í einu þú opnaði þetta. Þetta er ekki lengur eitt sleði sko. Þetta er flóknar öflöð, þetta er nokkuð sleðar. Þetta er basically eins og ég sé að stjórna flugvélina sko. Og ég er að læra á hana. Já, ég var að ræða sem sagt við drenginu Heiðarloga sem er standur núna á Málmey og þarf að bjarga sig þar í 4 daga. Hann fór með ekkert með sér nema síma og tjald. Og mér finnst þetta alveg magnað því að þetta er eitthvað sem ég gæti aldrei bara á ævi minni gerst. En veitu, herðu, ég hef ekki heyrt neitt um þetta. Hvað er þetta að lesa þetta? Þú getur horft á þetta inn á Vísi og... Já, ok, allavega þá... 4 dagar, þú veist þú getur lifað í mánuð bara án vasslíku við sko. Hann er búin að finna vass, sko, ég minnst þetta þvílíkt áhugavert, ég er að fylgjast með þessu, hann er á Snapchatinu og það er alltaf sýnt á Vísi, og ég er svona fór bara að leggja, ég gæti einhver af okkur gert þetta. Er hann ekki einu svona með vatn eða? Nei, hann þurfti bara að græja sér vatn. Hann þarf bara að redda sér. Já, hann þarf bara að veiða fisk ef hann ætlar að borða. Það rignir 24/7 á þessu ógeðslega landi, hann getur græjað sér vatn sko. Já, hann getur bara sett hatti sinn bara á kolv og safna vatn í hann. En hvað ætlar hann að éta sko? Já, og svo líka bara... Þarft ekki að borða ef þú tekur sko... Ekki 4 daga. Málið það, ég var í brúðkaupi hérna núna síðustu helgi og sat við hliðin á Spaugstofukallinum Pálma Gestssyni sem er alltaf, já, bara eitt besti maður í heiminum. Hann er geggjaður. Hann er bodybuilder. Og hann var að fasta, hann var að koma úr föstu og hann var búin að fasta í einhverja 4 daga, 4-5 daga og hann drakk bara vatn og hann var ekkert að gera þetta útaninu, hann er ekkert inn í þetta megrun, hann sagði bara að vera gott fyrir kerfið að það er alltaf álag á því að bara gefa þið frí, fasta bara í nokkra dag og hann ætlar að gera þetta aftur og ég er lengur næsta ári. Já, ok. Hann fasta bara ekkert mál, hann bara 4 daga, já, ég get alveg tekið miklu lengur. Já, en hann er ekki bara að reyna að veiða þessi mat, hann er fastur á eyju í 4 daga, hann getur ekki gert. Líka að heyra þetta orð Málmey í fyrsta skipti sko. Já, Málmey. Hún er Skagafirði, en fallegast eyja landsins sko. Ég hef aldrei heyrt Skagafirði sko. Nei, mitt, en svo góður. Hefur þú farið á Málmey eða? Nei, hvað þá að vera einn í 4 daga, ég og erfitt með að bjarga mér einn heima hann í 4 daga. Þú ættir heima hann að blöð. Já, en hann fór náttúrulega með þyrlu sko. Syndur aldrei yfir. En betur, hver er að sponsa þessa vitleysu hjá honum? Hann er bara sjálfur í þessu og þessi gaur, ég veit bara hann er náttúrulega ekki að hlusta því hann er bara einn af Málmey núna. En hlustar á þetta mánudaginn? Já, ég vona það, því að mér finnst þetta bara eitt svalasti gaur sem ég séð. Ég er ekki að grínast, hann er með sítt og ljóst, þykkt, hár eitthvað, hann er eins mikil andstæð við mig og hægt er að vera. Hann er ekki sköllóttur eða? Nei, ég er sköllóttur og get ekki ristað með brauð til að bjarga lífið mínu. Hann er einn af Málmey núna í 4 daga. Rista brauð. En veistu hvað væri geggja, ok, málið, þannig með gæja sem getur bjargað sér með sítt, þykkt, fallegt hár og svona, já. Og með gæja sem getur survivad. Ég veit til að sjá blöð þarna í 4 daga. Það væri entertainment. Hvernig myndi sko, ef þú hendi þér á það Málmey í 4 daga, það væri besta comedy of all fucking time. Ég myndi gefast upp eftir halvan það er sem væri fyndið, sem var þú bara grenjandi í 3-4 daga, það væri veistla. Hvað myndur þú gera? Ég var að horfa á Snapchatið hans. Ég hefði til dæmis bara verið í vesinni með að tjalda. Ég kann ekki tjalda. Ég get ekki tjalda. Ég myndi bjarga mér, það er skakt. Málið að taka langan tíma, þú myndi redda þig á endanum. Ég er ekki viss ég geti reddað í endanum. Ég myndi brjóta stangirnar. Hann er bara að veiða sér eitthvað. Já, svo var hann að lappa eiguna, hann fann svo einhverja sprænu sem hann var að fá sér vatn. En byrju, hérna er hann með eitthvað, hann er ekki með veiðistöng og svartan tópi? Nei. Hann er bara... Hann þarf að taka þetta bara prikið eða eitthvað sko. Og er hann búin að veiða eitthvað fisk? Ég er ekki búin að horfa á hann í dag. Og hann er alltaf að drekka vatnið? Já, ég þarf að tekka betur á hann. Ég er alveg, I'm invested sko. Mér finnst þetta mjög skemmt. En þú veist hann gæti hann bara drukkið og svo lækandi í 4 daga sko. Hann er aldrei í lífshættu sko. Nei, en hvað? Það er gaman að þessu hjá honum. Já, hann líka bara magnað, þú veist, hvað er hann að gera? Mér leiðist heima ef ég reyni upp í sófa. En ég kveiki ekki sjónvarpinu. Ég, vistu það, málega, ég dýrki þetta. En hann er með síman, ég menna hann er að taka Snapchat eða ekki. Já, hann potið að spara batteri. Já, ég held mikið með honum. Já, ég líka. Hvernig hliður að síman þannig? Hann er auðvitað tekið auka batteri. Hann er tekið fullt af batteri, sko. Góðbútur. En já, mér langaði bara að koma inn á þetta því mér finnst þessi gaur illa svalur. Já, ég ætla að tjekka á þessu, þetta fór fram með mér. Hvað hérna, ég reyndar, þetta er góða punktur Egill, ég ætla kannski að gera þetta bara sjálfur. Fara einn á Málmey og vera í... Já, það væri alvöru TV. Þetta væri ekki eins og TV, þetta væri bara þú að væla í 1 þátt og Málmey væri döð. Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og
áður við höldum áframstrákar, þá langar mér að gefa sérstakt sjárat í þessum þætti. Nú, hvað sjárat er það? Það er, einn besti útvarpsmaður landsins, það er Ívar Guðmundsson. Hann er statur á Tenerife, var að henda á Twitteri sinna, hann var að hlusta og það væri krafa að við værum með skemmtilega þátt. Er til meiri mistar en Ívar Guðmundsson? Það er ekki til, hann missir ekki að þætti. Nei, og hann það er bara heiður. Já, hann er yfirleitt búið með svona 13 vodka í Red Bull þegar hann hlustar á okkur. Ef hann erlendis, já. Og líklega er það staða núna. Hann er bara núna á tenni að hlusta okkur félagana með vodka Red Bull. Ég held að það sé bara helling Ívar Guðmunds að þakka að Red Bull MS veit eigin formúlilið. Já, það er svoleiðis. Hann er að halda þessu uppi. Ég var að retweeta Ívar Guðmundsson á skilið. Já, þessi þáttur er tilengar honum. En við erum að leiðinni. Hann oft láta mig líða svo algjörum aumingja þegar ég kannski verið með honum niður bæ til svona 6:45 og það orðið bjart. 6:45? Já, ég segi bara svona, það tekið langa vaktfélagarnir. Máður byrjar að geta æluna þína. Og sé að vakna maður og maður rauk sem að bara henda sér fram að einhverju þakki, heyri honum þá hann er bláfullum. Hvað er það að gera? Ég er á skíðum, hvað er þetta eitthvað rugla? Voru ekki saman fyrir 3 tímum niður í bæja? Nó, bara rífa sig í gang. Hann er unhuman. Hann er ekki, það er svolítið hann. Hann er vélmenni. Herru, það er komið að spurningakeppni Vöðvingjans og ég er hræddur við þessa. Nei, það sko þú tekir að hræddu þess. Það er ekki ein dónuleg spurning. Þetta er bara king of being an entrepreneur. Út af því að fólk er að koma aftur í rútínu, fólk er að fara að vinna. Já. Og partíð er búið, sumar er búið. Að því við getum það, ég var að segja hvernig meðrið þeirra. Já, það er svona 8 stiga gluggaviður en það er sól og allir í gýr. Já. Er það ekki bara ágætlega metið hjá mér? Og trafikin hérna á, hvað heitir þetta? Er þetta Sæbraut? Já, það er logn. Suðurlandsbraut og það er það er blár himinn. Já. Það er fallegt föstudags. Já, það er bullandi púk í mönnum, það er líka bæjarhátíður út allt í túninu heima í Mosó, það er fullt að gerast. Ég hvet alla til þess að bruna þangað. Já, einmitt. Og okkar maður Svessi verður held í annarkvöld. Ótrúlega munur að vera með glugga. Þetta er bara það er líka eitt gluggi getur gert. Guys, það er enginn að sjá þetta sem við sjáum. Við þurfum að tala í þessa mikrofóna í það. Já, ok, Egill, það er komið að spurningakeppni Gilsarans. Já, king of being an entrepreneur. Já. Og já, svona ef við þýðum entrepreneur yfir íslensku, þá myndi ég segja frumkvöðl. Ok. Það er svona, sem ég veist ekki svona slagt orð yfir entrepreneur, en ég meina það ég veit betra. Nei. Því miður. Nei. Frumkvöðl. Og vilt þú vera frumkvöðl, Steindi? Langar að vinna þessi keppni? Það hljómar óslega vel að blaði að vinna hana. Maður er ekkert að deyja spennu akkurat núna, en maður er ekkert að deyja spennu. Við erum eftir að fá spurningarna. Það eru erfiðar. En einn náunga sem eru árangur í lífinu sem eru ekki frumkvöðl. Sko, fullt af fólki. Já, ég meina þú veist að fullt af fólki, til dæmis fólk sem bara fer á ræðu sig stærri vinnu og vinnu sig upp í starfi. Þú þarft ekkert að Tekkir eitthvað sem gerði það? Já, þarft ekki að byrja að hanna þetta í sjampo og selja það. Ég vann í IKEA í 7 ár, ég vann mig ekki upp í 1 sekundu sko. Nei, ég heldur að sé ekki einhver meistari sem var með þetta sem er orðin niður með þetta. Heldur að sé ekki millivögur og entrepreneur og auðmiki eins og þér. Það er eitthvað á milli sko. Þú þarft ekki að finna upp lífið sko. Þannig að ræður inn í IKEA sem bara lagargóm og ég er forstjóri 3 ára setna. Það gerist það í lífinu. Kannski 10 ára setna. En við bara byrja á þessari spurningkeppni og helst strax. Já, king of being an entrepreneur. Það er allir búin að ná því. Ertu 100% self-made millionaire? Self-made? Það er ekki þetta millionaire. Málega það, ég er self-made. Já, en ekki millionaire, nei. Ég er self-made líka. Þeir eru báður 100% self-made millionaires. Þannig þið fenguð ekki frá mamma og pappa eitthvað 100 kúlur eitthvað, gjör svo vel, ástu mín. En stundum myndi ég stundum óska þess. Ég hef ekki fengið penning frá fóröldunum sem ég var 16 ára. Nei, allir maður hafi ekki þurft að taka bara 500 kall og veskina einhvern tíma þegar maður rúlingur bara með sá ekki til. Þeir eru self-made. Já, það er bara þannig. Ég meina, það margir fá free cash. Já, einmitt. Og við erum ekki að dæma það. Nei. Hefur unnið einhvern tíman erlendis? Unnið erlendis? Ertu að tala að vera í vinnu erlendis? Já. Entrepreneurs vinna basically bara í tökum allan heim sko. Já, en þegar þú ert í tökum erlendis þá ertu samt að vinna frá Íslandi sko. Ef þú ert en entrepreneur þá ert ekki bara heim á Íslandi að vinna. Þú ert allan heim. En við þurfum aðeins að skilja þetta. Hefur þú verið erlendis í vinnunniðinni? Já. Þetta er flókið spurninga. Já, það er ég var að lesa hann rétt. Það er það. Við fáum báðir stig þar. Þið eru að standa ykkur fáralega vel. Já, takk fyrir það. Það er 2-2. Staðan er núna að þið báður og entrepreneurs. Já, akkurat núna, já. Stimplar þið inn í vinnuna eins og Gilsi gerði þegar hann var í blikksmiðunni? Nei. Nei, en
maður stimpla sig heldur aldrei út úr henni. Entrepreneurs stimpla sig ekki inn í vinnuna. Þeir mæta þeim sýnist, þeir fara þeim sýnist. Þeir vinna erlendis. Þeir er skýt saman. Það er ekki þannig að ég mæti þeim sýnist en ég stimpla mig ekki. Gerðu einhver að fylgjast með, blöð, gott aðeins sem þú skriftu á hérna? Já, hvað? Ég tók eftir þú mætti klukkan 10 í morgun. Þú lendur í því ekkert um hana. Nei, þegju þá blöð. Þú er ekki verið í vinnu eins og vöðvingin þegar ég teki nú skrifstofu og það sagti mig Egill Einarsson, hvað er það sinni? Það sínaði línur þetta hérna mætti þú 7 dagar í röð 3 mínútur yfir 8. Ok, við höfum ekki nætti því. Skammaður. En þú stimplaði út áður bara klukkan 4-5. Nei, ég hef verið skammaður. Ég mætti nokkur mínútum og seint, nokkur dagar í röð. Ok, við höfum ekki nætti því. Nei, það er punktur á. Eru þau báðið með fullt og stig? Já, þeirra standa ykkur. Þetta er sjaldan ángríns. Þið eru að pakka þessu saman. Ef þið langar í Benz, farðu þið þá bara Benz. Er þetta næsta spurning? Ég er bara að spyrja, ef þið langar í Benz, farðu þið Benz, já eða nei? Nei. Byttu komur. Byttu, akkur er auðvitað að segja það? Ég get ekkert mikið. Hún langaði Benz og fekk sér Benz. Ef ég byttu, er ég eitthvað að ruggla? Á hann ekki Benz? Herra hérna annarstætti. Þú getur alveg keftið Benz sko. Tímaði. Málega það. Hún langaði í hann og keypti hann. Já, ok. En mér langar. Þetta er bara basic spurning út af því entrepreneurs þeim langar í Benz að fá sér Benz. Ok. Basic að segja gera. Steinþór. Nei, ég á þessu rauða bókið þarna úti. Ég á ekki efna á honum og ég myndi ekki vilja hann heldur. Ég er ekki bílakall. En blöð, ekki sko. Ég var reynda til í skellinur. Ég var til í gömlu TS. 1 punktur á því blöð. Ekki skammast þið fyrir your entrepreneurial lifestyle. Þér langaði Benz og fjekkst þér Benz. Já, það er líka því að ég bara hugsa raskat að sjálfum mig. Bara sest inn í hann og spólar í burt og þetta skýt saman. Herru, leifðu manninu bara eigin að Benz. Næsta spurning. Þú ert að bögga hann á því. Ég er ekki að bögga hann á því. Þetta er king of being an entrepreneur. Já, og hann er að vinna að kemna. Hefur þú tekið þátt í multi-level marketing concept eins og Herbalife eða Plástrum eða Cincino eða eitthvað Býtu, hvað eru plástrandir? Já, bara veit, hefur þú tekið þátt í svona koncepti? Já, ég veit það, Herbalife með eitthvað koncept og það er ekki selt út í búð þú veit að fá frændaðin undir þig sem þarf að fá annan frænda sem undir sig Nei, multi-level marketing ekki kalla píramíta. Hvað meinar þú? Þetta heitir multi-level marketing. Hæ? Haters kalla þetta píramíta. Veistu eitthvað sem við farið vel út úr þessu? Nei, ég er bara að segja, haters kalla þetta píramíta koncept. Multi-level marketing. Þetta er þetta píramíta koncept. Þú átt að fá annan til að ranka þú Steinþór, hefur selt plástra eða eitthvað Sava eða Herbalife eða Cincino eða eitthvað? Nei. Svara spurningu. Ef ég er að selja, ef þú kemur einhvern tímann að mér að vera að selja plástur eða einhvern Sava, þá máttu slá mig rosalega fast þetta. Akkur? Það er bara weird. Þú ætti bara að fá frændaðin undir þig sem var 500 sig, hann var 500 sig og þú ert að bjóðinu. Hvað heldur ég sé bara að fara að taka hérna að veiða litlu frænda mína í eitthvað píramítasund? Hvað ert hún bilaður það? Sko, náttúrulega fjölskylda þín er eins og auðtrúast það sem til stendið, þannig að þú getur rich mjög fljótt. Já, málega það sko. Pappin færi beint undir. Já. En blöð, þú ert náttúrulega góð sölumár, þú hefur aldrei tekið þátt í svona koncept. Þú ert aldrei yngri en eitt. Ekki svona píramítan. Það ekki? Þú væri geggjaður í þessu. Að vera Herbalife-kall. Þú getur fengið mikið af vitlýsingum í neti sko. En er Herbalife svona eitthvað? Það er multi-level marketing, það er ekki sett út í búð. Ég hef ekki hugmynd um þetta. Getur hvergi fara út í búð og keypt Herbalife? Þú skulum ekki vera að dæma eitthvað sem þekkjum ekki. Málið það, ef þú getur ekki keypt eitthvað út í búð þá er það vafasamt sko. Herbalife er ekki keypt út í búð. Það er hellingur að dóti sem getur keypt. Hvað, fíknefni? Ótrúlega margt sem er komið frá net, hvað er? Það er ekki multi-level marketing. Þú veit ekki að fá annan undir þig og hann undir sig og Nei, en áfragak, ef þið langar að flaska þið upp í sundlaug, flaskar það bara upp í flöng sundlaug. Ég held að það sé 8. skipti sem þessu spurning kemur og ég er bara að byrja þessu oft bæði í loftinu og off að hætta að spyrja þessu spurningu. Ekki vera að hægja á henni, þá segir bara já. Þið gerir það? Já, þetta er bara eins og entrepreneurs. Ég er alltaf margar svona entrepreneurs á Instagram. Þeir flaska sér reglulega upp. Þetta er svo sjómlalegt. Hefur þú jamma á snekkju alveg svo gem entrepreneur gæðinir gerðu í Reykjavík?
Kjötu Jen. Já, það var geggja koncept. Það var rosalegt koncept sko. Það var svolítið ekki, var það eitthvað snekk? Var þetta ekki eitthvað fiskibátur hérna? Nei, miðað við íslenskan standard flott snekkja sko. Já, ok Já. Nei, við hefum ekki verið. Jó, þú hefur jammað. Spurningin bara hefur að jamma á snekkju. Og síðan kom eins og Ötti hefur gert það. Blöð hefur jammað á snekkju. Já, ég á það inni. Sko, það er 6-4 fyrir Blöð. Þú ert, eins og staðin núna, meiri entrepreneur Frábært en Steinþór. Það er gaman fyrir mig, ég tek það með mér á kottan, er þetta búið? Nei, það er 2 spurningar eftir. Áttu penthouse íbúð og high status luxury car? Nei. Jæja, fallega fólk, það er komið að The Weeknd og Kendrick Lamar. Þetta stimplaði ég út í keppnin. Þetta er lagið Pray For Me og það var bara vel við í Guðanna bænum. Biðið fyrir Agli. I fight the world, I fight you, I fight myself. Viking Brugghús kynnir stærsta tattoo-viðburð sem haldinn hefur verið á Íslandi. 90 heimsklassa artistar, tattoo-keppnir, pin-up-keppni og margt fleira. Dagana 31. ágúst til 2. september í Laugardalshöll. The Icelandic Tattoo Expo. Snæland býður upp á það besta frá kjörís. Gamli ísinn, jarðarberja og vanilu í brauði eða boxi. Shake, bræðarefur með besta nammið og fersk jarðarber. Snæland, Laugavegi og Núpalind. Fólksliftur, vöruliftur og hjólastólaliftur fyrir allar aðstæður. Sjálfvirkar hurðapumpur á frábæru verði. Framúrskarandi fyrirtæki 2017. Rými.is. Þægindi, gæði og ending saminast í faglega hönnuðum útivistarpoka frá Thule. Eigum glæsilegt úrval bakpoka fyrir útivistarfólk. Margt og mikið, Holtasmára 1. Hvernig væri að gera vel við sig í dag? Kornið bakari. Kornið. Grillaður kótilettur. Pítan. Alltaf fersk. Viðar í bústað, Viðar á pall, Viðar er með þetta. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslandingum í meir en 115 ár. Íslensku úrin fást hjá Gilbert úrsmið. Kíktu við og kynntu þér úrvalið. Gilbert úrsmiður, Laugavegi 62. Útsala, alltaf 50% afsláttur af útsölu vörum. Æsver Magasín, Laugavegi 91. Enski boltinn helgina. Sjáðu hvaða leikir eru og hvenar á Facebook síðun okkar. Keiluhöllin Sportbar, heimavöllur enska boltans á Íslandi. Markaðsstjóra stærstu fyrirtækja landsins telja Markpost vera áhrifaríka og ódýra leið til að ná árangri. Við getum hjálpað þér. Póstdreifing. Dagfinnur læknar dýrin smá. Opið frá 8:30 til 5 alla virkadaga. Dýralæknastofa Dagfinns, Skólavörðustíg 35. Íslensk framleiðsla á springdýnum í öllum stærðum síðan 1943. Svífðin í svefnin. RB Rúm, Hafnarfirði. Fyrir ný, fyrir gömul, fyrir stór, fyrir smáhús. Velfag, Vinduer for lífin. Faris.is. Ljúffengur matur sem fær bragðlaukana til að dansa salsa. Serrano, Fresh, Happy, Max. 2 grjótharðir og 1 dúnmjúkur í FM 95 Blu. Það er rétt, 2 grjótharðir og 1 dúnmjúkur hér í FM 95 Blu á FM 957 og já, sveimi þá ég held að sé komið að dagskráralið sem heitir Myndir fyrir cash og af einhverjum óskiljanlegum ástæðum verður Steindi með það aftur í dag. Herru, byrju, ég er ekki að komast hérna sko. Ekki að komast hvað? Jó, hana, ég var ekki að ná að opna töluna mína. Herru, ég er með myndir fyrir cash í dag. Ég er mjög peppaði fyrir þessu. Þið voru ekkert sáttir síðast. Þú hefur bara með skrýtnar upphæðir. Já, sko, ekkert það skrýtnar. Ég skil ekki þetta væli ykkur. Það er alltaf mjög létt að svara því hér. En kannski rífur þið upp núna. Ok, nú er ég bara með upphæðir sem mér finnst vera bara svona alvöru upphæðir fyrir þessu, þú veist, það make a sense og það gerir leikinn skemmtilegri vissulega. Já ætlum við að spila ykkur trailer eða viltu bara fara beint í þetta? Bara hjóli í þetta. Ja, það? Já, time is money og... Eigum trailer, við myndir við cash trailer en við erum með nýju stúdíói og ég veit ekki sko að blöða teknilega gáur í það sko, því miður sko. Það er svoleiðis eða? Ég gæti nú kannski komið ykkur óvart núna. Sko blöð með 5 skjái 1, 2, 3, 4, 5. Akkur ertu samt með 5 skjái? Miklu skemmtilegur að hlusta á hana trailer ef þú ert að fara að stjórna liðnum eins og nú er ég að fara að vera með liðin. Ég elska þetta, ég verður til að klára hann. Eigum að fara að gera fleiri trailera? Já. Já, þá er ég að tala um mig og þig. Alveg, ég er til það. Ok. Herru, þá er það fyrsta spurning í Myndir fyrir cash og hún er nefnilega svolítið skemmtileg. Myndu sprauti ykkur með heroíni fyrir 250 skall? Fyrir 250? Nei. Hvað mennur nei? Ekki sjens.
one time. En þú Við segir erum að tala um one time only. Já, er þetta þá upphæð sem að þú myndi gera það fyrir það? Mér finnst það bara fer upphæð af því að þú veist, ok, þú fær sprautu í handlegginn, þú ert bara heima hjá þér, situr í ykkur ruggustól og þú fer líklegast í einhvern rosalega heima það í smástund. Þú vilt ekkert fara í. Já, ég myndi ekki sko að vera í svona 5 klukkutíma rússibana heima hjá þér í ykkur ruggustól, fær 250 skall umslæði. Þetta er ekki skrítin upphæð. En er þetta mið að hérna, og þurfu bara eitt hitt til að bara fíkillega, þá hljómar þetta heldur illa sko. Ég get sagt þetta hér og nú, ég er ekki eins og grinst, ég myndi ekki gera fyrir 10 miljónir. En þetta er svona eitt hitt. Já, þetta er svona ef þú er ekki fíkil. Nei, þú verður ekkert fíkil að færa, sko, við erum bara að tala um út, bara sprauta þar niður. Þú getur ekki svara því hvort þú verður fíkil eða ekki. Nei, ég veit það, en þetta er svona að tala um að segja Rolls Royce fíknefnana. Það málega viðbjóður. Að sjálfsögðu, þetta er viðbjóður. Þetta minnir mér oft svolítið á hérna Adri Klán. Já, það er bara besta Adri sem séð. Þeir eru ákvað allt í hennu bara, heyrðu, kýlum á það, enginn prófa það, gerum þetta. Og svo var það frændans þarna sem að þú þurfti að taka og allir hættu við það því að hann fór í eitthvað trans sko. Bræðið nennum sig ekki. Var það heroin sem þið fór í félag? Já, svo sáu við bara hvernig hann varði eftir þetta, þannig að það var allir fljótur að baka út sko. En hérna ég er ekki reyna að vera töf, ég sverða, ég myndi ekki gera þetta fyrir 10 miljónir. Ok, ég er að býða eftir svari auðvitað nei. Já sko, ef þú getur staðfest bara, þú verður ekki fíkil. Það er samt svo lítið upp á 250. Þú ert að kasta nei á þetta? Þetta þyrfti að vera aðeins hærra sko. Þetta er miður alltaf blöðis og nei. Ok, þeir eru báð með nei. Gott að blessa. Önnur spurning. En spurningin alveg áhugaverð. Hún er mjög áhugaverð. Gerðu það, en hún er með allt og litlu uppar. Já, þetta er of litlu uppar, en 10 miljónir það er helviti mikið. Ég hefði verið að langtfaraði hvort þið er sko. Önnur spurning. Ég er búin að vera að fjalla dálítið njálgin og hérna núna undanfarna þætti. Bara það út á króknum. Já, við komum aðeins inn á njálgin og lúsina líka. Þetta er náttúrulega mikið að skólum að byrja á svona. Ég er búin að bæta við spurninguna. Nú eru kannski nokkur að fara að fá njálg eða lús. Mjög líklega bara eru margir konum með hana. Nú ég ætla að bæta spurninguna. Mynduðu taka á ykkur að vera með lús, njálg og bandorm? Hvað er bandorm? Í 5 ár fyrir miljard. Hvað er bandormur? Það myndir raskatana líka ekki. Nei, ég held að hann sé bara svona meira eitthvað í maður að þvælast eitthvað. Veist ekki eins og sjálfur hvað hann er? Ég veit ekki, ég er ekki búin að googla hann alveg sko, en hann er, ég held að fári ást að geta mikið úr sangkössum, hann getur fengið bandorm líklega sko. Þannig að þú ert með njálg, bandorm og lús. Lappandi átbreyka appi eitthvað. Já, þú nálast eins og bara appinni átbreyk sko, en málið er að þú ferð sko í 5 ár. Það er ekki óþægindi sem fylgja bandorminum. Það er óþægindi við njálgin og er bandormurinn með eitthvað áblöðu vesen. Blöð, þú þekkir njálgin betur en allir þeir. Akkur þekki ég hann? Ég er ekki frá króknum sko. Og veist, þú vaknar á nóttunni þegar hann skríður út þarminn, eða vaknar ekki við það? Hvernig ekki? Það veit ég ekki. Þú ættir heima að sögða. Æ, hætti þessu gríni, þetta er orðið vel þreytt. Sko málega, við erum ekki að tala um að krókurinn sé allir með njálg. Nei, hætti að segja þetta 3. þáttunur. Við erum líka búinir að segja að það er ekki þannig. Nei, gott. En ég veit ekki hvort ég myndi taka þessu, myndi þú taka þessu eða? Sko, við erum að tala, þetta er miljardur. Þetta allar að gefa miljard fyrir 5 ára óþægindi. Þú væri basically. Þetta er eiginlega góðu dýl sko. Jú, ég tek þessu. Þetta er 5 ára leiðindi. Ég tek þessu. Þá þetta er helmingi minna en Björki Tórs. Ég get bara verið heima á mér í 5 ár. Bara hort á Netflix og Stöð 2 og Stöðsport og Hulu og Prime, allt þetta kjaftaði. 5 ár, þú verður komið með svona 5.000 lýs, þannig ég myndi sjá það hérðan og ég set meter fyrir þér. Það ætla bara að vera heima á þessu. Fjölgaði sér? Já. Er það að stunda mög í hárun á fólki? Ég veit ekki hvernig það fjölgar sér, en það gera það. Jú, vantarlega. Ég skal segja bara, við hoppa bara einu í hára, það er á öðrum krakka og sem myndum bara vera þar. Það er ekki 2 lýs bara í trúbóða og á toppnum á þér, það er bara, þú veist, það er fjölgar sér, já. Hvernig fjölgar? Ég er bara ekkert viss um það. Það er gera nýtt og... Hvað er það sem bara einhverja 2, ef það er einhver einarna, hvernig hún að fjölga sér? Betur, annars væri bara 1 lús í heiminum. Það er ekki. Já, sko, ég get lofa eitthvað því, þeir eru ekkert að stunda ég er ekki lúsjarfæðingur, en ef þeim fjölgar í hárunu, það væri vissulega skellur, en þú ert að gefa miljard. Þeim fjölgar. Og sko mikið peninga. Heyrðu, það eru 2 njálgar having sex fyrir utan rassinu þér á nóttinni. Þeir fjölgar sér líka. En ég er ekki vissum að bandorm sé eitthvað slæmt. Ef það er bara inn í magan með að við hitt fendir hann veistla sko. En losnar svo við þetta allt eftir 5 ár. Já, þetta eru 5 ár. Ég tek þessu. Þú tekur þessu? Já. Þetta er 5 ára óþægindi. Þetta er bara, þetta er life changing amount. Já, svo bara þegar ég laus við þetta ógeð, þá erum við farin beint upp í enga og þóttu til Miami. Hlæjar ykkur ekki bara við að tala um þetta? Hvað kostar
blöð þú ætlar að panta enga þóttu núna og Reykjavík flugvöll á eftir og þú ætlar að fara til Vegas fram og tilbaka með öllu, leigu, elsnind öllu, hvað er hann ekki? Ég myndi giska á Þú hefur verið í þessu Þá var ekki ég sem panta hann Nei, þú hefur oft leikt vel Ég er bara fórvitin, hvað það kostar? Ekki hugmynd Ég myndi giska á svona 7 til 12 minnur Það er ekki raskat, miljard Ég segi já, hvað segir þú Egill? Þetta er bara geggja tilbúð, sæði mér upp Gamanleika verðum báður í þessu Þetta hérna Málega það 2 miljard á kjaft til það Það verður geggja að þekka ykkur sko Málega það að þetta hérna er Ég er mjög spennt fyrir þessari Myndu við taka 1 milljón í umslagi Bara ég myndi að láta gå sikkur að miljónuna núna Bara skattfrjáls Í umslagi Já Ef kærastan ykkar myndi fá njálk og vera með hann alveg fram á jólum Það er með því Þetta er bara málega það Það er alltaf eitthvað svona Er það bara ég, eru njálkur búið að vera gengangið koncept núna í svona 3-4 vikur Bara allt of mikið Það er ræðilegt En málega það, ég myndi eitthvað samt Þeir náttúrulega notið svona klósett og þeir sofið í sama rúmi og Sko njálkur er bráð smitandi Hann smitast með hosta sko Ég heyrði það Það var einhverju sem sagði mér það Hann smitast bara með njálk hóstara En hérna, þetta er 1 milljón í umslagi 1 milljón í umslagi og kona er með njálk með jólum Nei, ég myndi ekki gera henni Kvittaði mig hérna Þú tekur þessu Ég elsku gott umslag Right now while you're sitting on my chest Don't you ever leave me, don't you ever go I'm sitting on TV, I know how it goes Even when you're angry, even when I'm cold Don't you ever leave me, don't leave me alone Don't you ever leave me, don't you ever go I'm sitting on TV, I know how it goes Þetta er David Guetta og Anne-Marie með lagið Don't Leave Me Alone Já Það vil ekki vera ein David Guetta, hann er nú spilað nokkur sem hér á Íslandi Hefur hann ekki komið allavega hvað, 2 svarið eitthvað? Hann giggaði með vöðungjónum í höllinni Giggaði með þér, hvernig? Í höllinni Já, varst þú þá líka? Já, ég giggaði með hann líka Ég giggaði með hann Það er í höllinni Þá var hann nú ekki merkilega pappir Ég giggaði með hann í höllinni Ég var bara með þér Það er ekki topp maður Þú giggaðir með mér í höllinni Ef þið mættu velja, því að hann hefur komið til þessar Ef þið mættu velja hvaða tónlistamann eða hljómsveit sem er til Íslands Hvað myndið velja? Við þurfum að hann er komið að spila hérna til þessar Ekki til þess að gigga með? Nei, ekki til að gigga með sem væri bara, þú myndir fara tónlist og ég held að mitt svar hefði verið Guns N' Roses Þeir eru búin að koma og það var sturla Sko mitt svar Sko Var það ekki Pearl Jam bara? Nei, mitt svar var alltaf sko Wu-Tang Já, þeir eru búin að koma Þeir eru búin að koma Þú sagði að það verið hræðilegt Þeir eru búin að koma og þeir voru ömulegir og það var glata fyrir mig sko svona sem búin að vera fan í öll þessi ár sko Ég var til að fá Armin van Buuren í Egilsvöllina eða Kórn Hver er það? Er það eitthvað finnsku DJ? Já, bara geggjöð DJ Já, sem álægi sem við vorum alltaf að spila Já, eða Timmy Trumpet sem er líka frábær Timmy Trumpet, já, við erum að tala um Pearl Jam, Wu-Tang og svona hljómsveitir, þú ert að tala um Timmy Trumpet Ok, það er alveg gaman, en þú veist, þú líkið ekki saman að fara á góðan DJ því miður, sko Ég held að, já, mitt svar er Pearl Jam Ég myndi mest vilja fá átilands Málega er, ok, maður ég ætla að plugga góðgerða konsepti Alltaf til í það Er fólk kannski búið að góðgerða er fólk yfir sig út af Reykjavík-marathoninu? Nei, ég held að fólk sé alltaf til í smá góðgerðamál Eða ekki? Út af því að koncept á morgun fyrir fólk sem ekki svo, eða lögðar á morgun fólk veit ekki hvað að gera fyrir hátíð á morgun milli sko 9 og 12 í sporthúsinu er opið, þannig að skiptir einhver máli sem er kort í sporthúsinu eða ekki getur mætt, það er opið, labba bara niður tekur að workout. Er það góðgerðamál? Ég held að fólk fatt alveg hvað er að vera opið sko. Erum við ekki bissu á morgun og 11 á morgunblöðu, hvernig staðan því? Ég er að fara upp í bústaðan, ég kennst ekki Yes. Er þetta góðgerðamál fyrir hvern? Já, sem sagt og allir sem mæta á að það er verið að leggja inn á einhvern Já, félag sem heitir Ragnar Snær, Ragnarman kallaði það, og hann á kæra sem heitir Fanny og Eiríks dóttir sem er komin 26 vikur leið, þegar kom í ljósa að hún fór í skoðun til að vita hvað kyni var og kom í ljósa að hún var með krabbaminn sem er hræðilegt og það er eðlilega áfall því að hún þarf að fara í kímó og er ekki veit hvernig höndla barnið það er álega líka mann ég las þetta þetta er mikill skellur fyrir þau og þau eru með sem sagt það er smá söfnun í sporthúsinu á morgun þú getur farið á morgun, farið í bootcamp eða crossfit, að vera vot fyrir alla og þetta ekki vera einhver sérfræðingur í bootcamp eða crossfit eitthvað, bara lappar inn og bara tekið inn í hollum og þetta verður mjög skemmtilegt sem ég verður á söfnun á baugarna, mæti bara 500 kallar, 1000 kallar, whatever hendir hann í
í bauginn. Má ekki henda bara í millifærslu. Síðan líka það er Facebook account sem heitir Saman við Sigurum. Hashtagið fyrir Fanney eða hashtag Saman við Sigurum og þú getur millifært auðvitað og styrkja þau. Það er líka gaman að mæta sporthúsi, taka smá æfingu. En ef maður kemst ekki í það, þá er hægt að millifæra. Og síðan verður alls konar leiki fyrir grislingana, með krakka, kippaði bara með. Þannig að þetta við hvetjum alla sem að hlusta að maður getur gera á morgun. Þetta er mæting. Þetta er millir 9 og 12. Millir 9 og 12. Skiptir engum máli hvernig hún kemur. Já, þetta er eins gott málefni að verða og líka eins og við höfum oft sagt og sérstaklega þegar við vorum að keyra hérna á þegar trúðarnir voru að hlaupa hlaupin daginn og svona að það er svo mikilvægt hvað margt smá telur eða bara það, þú veist að mínum að þið má mega helvíti margir missið 500 en það telur rosalega mikið. Maður sem er því í fyrra, þú varst með mjög mikið að litlum upphæðum kerðir upp í 700k. Já, þannig að við hvetjum til þess að fólk hendi inn í þetta þarf ekki verið miklu upphæð. Allir í sporthúsið á morgun klukkan 9. Vodafone, Túborg Léttöl og aukakrónur kynna Oktoberfest SHI 7. til 8. september í Vassmýrinni. Framkoma meðal annars Herra Hnetusmjör, Lappa, Girl Power, Sprite Zero Clan, Úlfur, Jóhanna Guðrún, MC Gauti, Jói P. og Króli, Club Döð, Huginn, Vög, GTRN, Daði Freyr, Jón Jónsson, Sverrir Bergmann og Súra. Miðasala er hafinn á miði.is. Enski boltinn helgina. Sjáðu hvaða leikir eru og hvenar á Facebook síðun okkar. Keiluhöllin Sportbar, heimavöllur enska boltans á Íslandi. Prófaðu nýja street foods, kryddblanda, vefjur, grænmetiskrydd, tilbúið á 20 mínútum, Santa Maria. Vandaður skór á alla fjölskylduna. Skórnir þínir Smáralind, skórnir þínir.is, fjölskylduskóbúðin þín. Viking Brugghús kynnir stærsta tattoo-viðburð sem haldinn hefur verið á Íslandi. 90 heimsklassa artistar, tattoo-keppnir, pin-up-keppni og margt fleira. Dagana 31. ágúst til 2. september í Laugardalshöll. The Icelandic Tattoo Expo. Stundum koma dagar þegar manni finnst maður bara eiga eitthvað gott skilið, fjandinn hafið það. Þið rekkið þetta. Grillhúsið verðlaunaði þig. Ef þú lætur gera þig Apple-tölvuna hjá okkur þá helst hún í ábyrgð því við erum viðurkenndur þjónustuaðili Apple. Það er bara þannig. Viss ármúla 7. Nú fögnum við því að ykkar merki hafa verið á okkar vörum í 25 ár. Skoðaðu litríkt úrval og fáðu tilboð á bros.is. Bros auglýsingavörur. Íslenskt birki úr Hallormsstaðaskógi. Eldsmiðjan. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Þessu lagi, upp til hópa Það er Herra Hnetusmjör Geggjalag. Já, þetta er alveg í lagi Það verður viðkynnast. Svo erum við að fara að spila hérna líka nýja lagi með GKR og Arrow Cool sem er ekki mikið síðra. Nei, það er veisla framöndan eins og þið heyrið. Elsku hlustendur, það er líka nóg að vera menn það er við, rúmlega hálftíma eftir og það er komið að, já, þú segir virtasta dagskálið frá upphafi. Já. Í dag ætla ég að vera sammálaður, ég er í stuði. Þetta er eini dagskrálurinn sem hefur verið í FN 95 blöð frá upphafi. Já. Það er svoleiðis. Já, það eru störðlaða staðreyndir. Er ein horsemanure? Nei, það er engin horsemanure í dag. Já, ég glemdi því. Ég var að segja við þið rétt áður fórum inn, bara herðu, ég glemdi að gera horsemanure. Ég stundu dett í útblöð, ég með lág að genda það stölu sko. Ok, en ég er samt með, þær eru skemmtilegar og þegar ég fer inn á stundum minni mitt í þættinum og stundum ekki og ef mér finnst það skemmtilegar þá hendi ég minn og það eru skemmtilegar í dag, eru þið ready? Er einhver horsemanure? Það er að grínast lóluður. Ok, hvað veit maður? Það er engin hrossaskítur Það er ekki svo skarpasti. Adele neitaði að syngja í brúðkaupi Prins William og Kate því að hún var búin að lofa sér í grill hjá vinkonu sinni. Þetta finnst mér svolítið magna. Bóðið að það var beðin að syngja í sko konungluðu brúðkaupi. Búin að bóka sig í grill. Ég meina, hvað er skemmtilega að fara í gott grill eða að fara á gig? Steindi myndi svíkja ammæli mitt er bara gig fyrir utan SS-pilsur. Þannig að það er smá munur á Steindi og Adele. Það myndi ég aldrei gera. Myndir að gera það, Steindór? Nei, ég ætti brjálar, ég myndi aldrei gera það og, en ég skil hana mjög vel. Ég meina, hún er kannski Hún er töffari. Það er kannski langt sérna við síðan hana, stelpu. Og það er líka málið það
Hún hefur þurft að, þetta er auðvitað leiðilegt gig. Já, það er auðvitað glata gig. Já, reyndar. Þetta er eitt leiðilegast. Stress og svona. Þetta er ekki gigi eins og J-Lo var að fá á dögum núna, sem hún gæti bara verið með 10 mínútna montas af einhverju lögum og verið með endalaus sjó. Hún hefur staðið þarna og verið að raula eitthvað og hefur ekkert verið með einhverja visual sprengju þarna. Þú hefur bara verið þarna fyrir utan einhverja höll. Hún er miljardamæringur, þú veist. Hún getur sagt nei við giggum, sko. Já, og veist að ég held að Steinda hitt naglan á höfuð að hún hafði bara ekki nefnt að standa í þessu allri athyglinni og pressunni sem vilgerir þessu. Gaman að fara í, hvað er betur en gott barbecue? Já, fyrir utan það. Sunshine. Já, það er geggjað. Skilna bara. Já, ég líka. Á þetta hérna, nú ætlum ég nú ekki vera að hræða konur hér úti sem eru að ganga með barn, en þetta er rosaleg staðreind, styrlu staðreind að fæða barn er næst besti sásauki sem að manneska getur upplifað. Er næst mesti? Næst mesta, já. Vesti sásauki sem að manneska getur upplifað er að vera brend lifandi. Það er rúglega viðbjóður. Ég sko Ljóðan lendi ekki því. Ég myndi frekar vilja eignast barn en að brenna lifandi. Ég veit ekki ef ég þyrfti að velja sko. En þetta bara sýnir hver harðar stelpunar. Já, það eru það. Ég sko, þegar kærasta mín. Ég er ekki með miklu herri sásaukaþurrskuldum við það. Sko, þegar kærasta mín var eignast barn, þá hún ældi úr sásauka sko. Það var hrikald að sjá það sko. Bara að vera að kveljast og allt innum bara kom bara einhver æla sko. En þú ert að sína stuðning? Jú, ég var með glaðloft skrýmu aðal á mér og ég fekk að vera með eins og ég vildi og leiði við þig? Ég nýtti mér að, nei, ég hraustist drákur sko. Nei, við erum frekar heppnir að losna við þetta félagarnir, þetta er líklega ekkit sérstaklega þægilegt. Nei. En já, maður mati ykkur hattinn ofan þennan. Svo er það næsta, algengasta eftirsjá fólks, þetta er magna og þetta er eitthvað sem að fólk ætti að hugsa út í. Algengasta eftirsjá fólks á dánarbeðinu er að það lifði lífi sem var ætlast til af þeim en ekki lífi sem þau vildi lifa. Já, til að gangi auðvitað nágrannum. Þetta er bara þannig svo þetta er náttúrulega magna sko. Þú veist, að kaupa sér Range Roverinn bara til þess að gera nágrannum aðbyrðisam þú getur verið á svo rauða rusli sem Steinþór á. Já, til dæmis. Þetta er ástæðan fyrir ég keyri á rusli. Ég vill ekki vera gera neitt aðbyrðisam. Og ekkert bara það, ég held að sé líka fullt af, ég held að við séum allir nokkuð heppnir með það að foreldrar okkar setti nú enga gríðarlega pressa á okkur. Það er fullt af fólki sem er kannski bara, herðu, þú ferð í læknisnáma því að pabbiðin og afiðin var læknir. Hann langar kannski bara að vera smiður. Já. Og svo betur Pabbi smiður. Já, var þetta þannig, getur þú sagt einu senn, þetta var þannig að fólk, þetta er mesta eftirsjáin. Algengasta eftirsjá fólks á dánarbeðinu er að það lifði lífi sem var ætlast til að þeim en ekki það sem þau vildu. Einmitt, nákvæmlega. Þetta er rosalega. Konceptið er að vera skýtsama hvað öðrum finnst. Já. Basically, það er svolítið að vera svona taklað lífið svo sveppi. Það er basically svona innpunturinn þessu móla. En ekki go full sveppi samt. Nei. Aldrei full. Það er hægt að fara millivegin að vera eins og sveppi og vera bara venjuleg manneski. Já, verstu þetta í miðinni. Það er ekki gott að fara alla leiðan sko. Ég öfunda fólk rosalega sem er drullu saman hvað öðrum finnst. Já. Það er fallegur eiginleiki. Svo er það næsta, Bill Gates. Já, þetta er rosalegt. Hann getur 110 milljónum íslenska króna á dag í 218 ár án þess að fara á hausinn. Það er þetta rosalegt sko. Nú helviti mikið að penningum þar. Basically hann getur 300 og eitthvað milljónum á dag. Hann getur bara halvu miljard á dag áður hann deyr og hann fer samt ekki á hausinn. Því hann er ekkert að fara að lifa í 218 ári viðbót sko. Er það ekki orðin 60 eða eitthvað? Málið það, ég trúi á góða í fólki. Ég er alltaf að hugsa ef maður sendir mail á svona gæja bara blessaði Gates. Hvað heldur sem margir búin að reyna það? Og maður sendir bara mail og svona, herru sællinur, ég blessaði Gates? Ef þú getur bara blessaður, ef þú getur lagt inn á mig bara, ég veit ekki, kannski 100 milljónir íslenskar sem er nú ekki $1,000,000 samt sko. Það eru $1,000,000. Þetta er ekki freka að senda það til Afríku eða eitthvað. Það er ekki svona sniður á það. Ég segja bara, herru, ég er í vesinni. Nei, ég segi, ég er ekkert í vesinni. Ég er bara basic klunkur Mósbæ. En þetta myndi breyta helling. Mér langar í pening. Og ég var til hérna pening. Hann myndi ignora þig sko. Já, hann veit náttúrulega að þetta getur breytt lífi allra sko. Já. Svo er það næsta, geirvörtur. Þetta fannst með magnað. Geirvörtur er eins og fingraför. Það eru engin eins. Engin eins geirvörta? Nei. Það er svoleiðis. En þú getur mjólkað geirvörtu. I have nipples, Greg. Can you milk me? Hvað verður, getur þú mjólkað geirvörtu? Og það er eins og að segja okkur fréttir. Er það ekki? Já, bara hvern manns geirvörtu, jú. Ég meina Pétur Jóhann átt að mjólka hann í nætuvættinni. Já, þetta var það sjónvarpsþáttur. Hann laktósaði, en það er hægt að, þú getur laktósa náttúrulega, ef þú ert að dæla miklu í þig eða sko, kannski dæla röngum magni í þig, ég geta mikið drasli. En okkur þið partner út í það, mér er svo magnað að séu engar geirvörtur eins, bara sem með fingraförin, og það er með svo ótrúlegt að séu, hvað er 7 billjón manns í heiminum eða eitthvað? Já. Og engin en með akkur aldrei tekið geirvörtu faraði þú gerir eitthvað aðeins á lögreglunni?
væri það ekki svolítið skrítið að leggja geirvörstuna þinn í eitthvað Fyrir glerið, sem Kari gerði það í Keibulge Það setti geirvörstuna fyrir glerið, það var ekkert vesinn Ég var alveg til að setja geirvörstuna mér í gott blek og setja pappir einhver staðar Þetta hann Steindór Hróan, hann var handtekinn hérna fyrir nokkur mánu síðan Svo það síðasta, franskarnar á McDonalds hæja á skalla eða á baldness Já, sko, hvernig getur það bara, þess að núna auðvitað, mér fulla veiningu, þessi síða sem vorst að sækja þetta á hún er raung síður Já, þetta er ekki rétt að því að hvernig, ok, ef það er eitthvað í efninu í frönskum að McDonalds akkur var ekki búið að taka það efni sem myndi hægja á skallanum og búa bara til skallalif og það fara aldrei skalla Kannski veit það ekki nákvæmlega hvað það er Nei, heldur að sé bara Hvað er sett út í þessa kartöflur hljóðum fyrst að hægja á skalla? Sko það eru tveir heiminu sem vita hvað er í þessu sko Þú heyrir hvað þetta er mikið vitlis út í Nei, ég bara treyst þessu því að það er nánast allt sem ég hef googlað Það eru góða franskarnar á McDonalds, svona þunnar og langar svona crispy Geggjaðar. Það er lítið góðar sko Langar í svoleiðis nú Ekki gott fyrir miðsvæð en góðar svona Það er ekki hægt að fá það á Íslandi lengur Það er eiginlega sturlu starrend En það væri helviti sterkt hjá mönnum sem er að missa hárið En hvernig er Steindór, nú þú svona skyndibygga spita fíkill Varstu ekki mikið á McDonalds? Þú skeist Já, ég reynda, ég er alltaf svona lúmskur metroperri sko, ég veit ekki henni Það er metro? Já, ég hef gert það sko ég er hættur í skyndibita, nánast Ég er ekki að grínast í Með healthy lifestyle? Steindi er eins ólíkur sjálfur sem hann bara getur orðið frá því kynntist honum fyrst og hvernig hann er í dag Já, sko, málega, ég er hættur Nei, ég er ekki í neinu gym en ég er hérna, við finnst þetta bara ég veit ekki hvað gerist Þetta var eat clean Ég átti yfir með að skyndibita, við getum orðað hannig You love it how I move you love it how I touch you, my one When all is said and done you believe God is a woman And I feel it after midnight A feeling that you can't fight, my one It lingers when we're done You believe God is a woman Þú finnur hamingjuna innra með þér þegar hún rennur ljúflega niður. Ekki missa af hamingjustundinni milli 4 og 7. Ég er Bastard, brúpub og matur. Byrjaðu daginn með fréttablaðinu. Þú sækir appið frítt í App Store eða Google Play og nýtur þess að lesa blaðið þegar þér hentar. Fréttablaðið, góð byrjun á deginum. Flott hönnun og fjölbreytt notagildi dvergana. Við framleiðum lausnir. Íslandshús.is Vodafone, Túborg Léttöl og aukakrónur kynna. Oktoberfest SHI 7. til 8. september í Vatnsmýrinni. Framkoma meðal annars Herra Hnetusmjör, Girl Power, Sprite Zero Kran, Úlfur, Jóhanna Guðrún, MC Gauti, Jói P. og Króli, Club Dub, Huginn, Vög, GTRN, Daði Freyr, Jón Jónsson, Sverrir Bergmann og Súra. Miðasala er hafinn á miði.is. 5 staðir. Útsala, alltaf 50% afsláttur af útsölu vörum. Æsver Magasín, Laugavegi 91. Láttu freistinguna eftir þér. Háberg möndlur með dökku súkkulaði, möndlur með karmelu og sjávarsalti, gómsæt freisting sem bragðir af. Það er 165 miljóna risapottur helgina. 1x2, við tippum. Við settum kleinurhring í shake og lífið breytist. Við kjósum að kalla þennan kleinurhringja shake Rikki G, en ekki hvað. Í Rikka G setjum við 2 kleinurhringi, 1 í shakeinn og annan on top. Síðan setjum við skvett af karmelusósu með. Ole! Smakkaðu kleinurhringin Rikka G í næstu ferð. Shaken Pizza, Egilshöll. Komdu og upplifðu stemninguna á markaðsdögum í Byko. Byko. Ódýr blekhylki og tónerar. Blekhylki.is, annarri hæð Smáralind. Stöð 2 Sport ræsir allar vélar helgina þegar formúlan fer af stað og nú verður við í beinni frá Belgíu. Æfing og tímataka á laugardag og keppnin sjálf á sunnudag. Stöð 2 Sport, besta sætið. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Hárrétt, það er Keiluhöllin í Egilshöll sem færir ykkur FM 95 Blö á þessum föstudegi. Það er 24. ágúst. Við hefum eitt þátt
eftir fyrir september eða ekki? Jú, það er það. Já, 1. september næsta lögadag. Já, það er svoleiðis. Já, það steytist þér í augljósa staðrendir en það er hins vegar komið að dagskrálið sem heitir Hver er líklegastur? Og já, þar fá allir eina spurningu og allir þurfa að svara. Þetta er nú ekki flókin liður. Nei, og við þurfum að vera hreinskilið með þetta. Það er ekki takt að vera að hlaupa í kringum þetta eins og köttur í kringum heitan graut. Nei. Á ég að byrja þetta? Já, af hverju ekki? Af því að ég komi með eina svolítið skemmtilega og kemur ekkert rosalega óvart í viðurkenna, við erum búin að fjalla þetta fyrir þættinum. En hver er líklegastur okkur þremur til þess að fá njálg? Svona, já, þú ætlar að halda áfram með njálg? Nei, ég ætla ekki, ég er basically ekki að halda áfram með hann. Ég meina bara svona, hver væri það samt? Þetta er nefnilega svolítið interesting. Það er náttúrulega annar ykkar því að þeir eru báðir með börn á leikskóla. Já, en þú frá króknum. Já, þessi var helviti góð. Þannig að þetta er einhvern veginn Þetta jafnast út. Nei, þetta er náttúrulega allt annar ykkar. Og ég myndi, svarið mitt var eiginlega Steindi. Akkur er ekki vissum að segja þetta? Af því að þú ert skítugur einhvern veginn. Akkur er skítugur? Hefur þú farið inn í bíliðinu? Kemur ekki orðið að fengið njálg bara að fara inn í bíliðinu? Já, ég er ekki skítugur. Bíllinn minn. Já, og það sem er í kringu þig. Já, bíllinn minn er skítugur af því að ég á svo skítuga vini sem hendur á gólfið í honum. Nei, þetta er allt eftir þig. Ok, við erum mæntalega, góða punktur blöð, við erum alltaf líklegri út af þetta er leikskólanum, nema blöð, ert að fara eitthvað á krókin? Nei, er eitthvað planaða ferðir? Vitið að þeir eru að verða hötustu menn bara söðakrúks. Við erum ekkert að tala neitt við erum ekkert að líta krókin eða fólkið, alls ekki. Við erum bara að spá í að hvort þú hafir einhvern tímann smakkað neðalegt eða eitthvað vínabröð sem var neðalega í hillunum. Ég þarf ekki að hugsa þetta. Steindi er lang líklegastur hérna. Alls ekki, ég myndi ekki halda það. En þú er aldrei fengið njálg? Aldrei fengið njálg og ég er líka búin að segja það, ef ég fengið njálg þá myndi ég ekki segja eitthvað frá því heldur. Hann nærist í óþrifnaði held ég. Já. Það held ég ekki, hvað heldur að sé bara ofan í einhverju skýrtollu eftir í bílum mínum? Steindi ekki alltaf í sturtu og lengi sturtu? Já, hann er að tala bílum minn, heldur að hann sé bara ormurinn myndast ekki inn í einhverju sómasamlóku sko. Ég er ekkert að reyna að vera vondu þegar ég segja Steindi. Málega er að blöður oft helviti naskuris, ég ætla að elda hann ég segi Steintor. Þeir segi báði ég. Steindi njálgur. Þetta var skellur, ég veit ekki hérna. SS? Já. Nei, ég segi blöð, þannig að það er líklega á krókin. Já, er það ekki? Já, ég ætla að segja blöð líka. Þannig að þú fegst 2 atkvæði. Já, því að maður reyna að vera að fyndin. Blöð, ég segi blöð. Já, við erum báðið búin að segja blöð. Því að við ætlum að gíska á það og farir bráðanangað og þú munir taka nammi sem er mjög neðalega í bensinstöðinni. Ekki tekið ykkur með því að þeir eru landinar. Veistu hvað? Málið er það, styttan sem við reistaðir þarna fyrir utan bakaríið, það verður þú að klóra þér í rassinu. Það er helviti góður hér. Ógeðslega suppaðan. Hver er næstu með þetta? Ég er bara með, hver er líklegastar á okkur ég fari enga þótt í þessu góðari? Já, það er náttúrulega góðari. Já, basically, ég myndi að segja Egil þarna því að þetta er eitthvað rosalegt takmarkaður í lífinu. Ég hef aldrei farið. Góða punktur er þetta. Jú, þú myndir. Ég hef aldrei farið í enga þóttu. Þetta er ofalega að lista hér. Blöð farið repeatedly. Engin sem talar jafn mikið um þetta og þú. Það var gaman, fara bara upp í Lazy Boy og champagne og það er bara svo leiðilegt í flugvél. Ég myndi miklu frekar velja snekkjuna eða. Það er ekki leiðilegt í enga þóttu Steintor sko. Blöð var leiðilegt í enga þóttunni. Nei, það var voru. Já, þú veist, þetta var samt bara þótt hann sé í einhverju Lazy Boy og með einhverja drikki þóttu samt einhvers þar í flugvél og kemst ekki neitt og vilt bara lenda. Skemmtilega á snekkjun, ég veit það sko. Sko, ég ætla að segja þú líka. Ef að Steinþór er að vingast við bjögutúr, ef það tekst, þá er það hans gluggi inn. En það er ekki að fara að gera. Hann er búin að reyna það núna í 3 ár. Hvað er my window? Ég held með þess að hann eigi svarta engaþóttu. Sem er rosalega. Kannski einhverja landsliðsvinum okkar sem kannski fer yfir United og verður a billionaire, kannski býðið mér. Það væri geggjað. Akkur á Gylfi ekki engaþóttu? Það er nóg til þar. Þessi gaurar atvinnumenn í fótbolta eiga ekkert engaþóttur sko. Nei, leigir samstarfið við eitthvað. Já, mér veist, sko málega. Ef að Gylfi verður að hlusta, það væri helviti gaman að skella sér engaþótt einhvern veginn. Já, takk okkur með allavega. Takk okkur trúana með, Steindi getur við uppistand. En við getum bara verið. Og við setjum, ég og Blöð bara silkislagir. Já, þið eru ekkert að trúast, það er bara ég. Við hlæjum. Við hlæjum að þér og þínu bröndum. Helviti skemmtilegt, helviti gaman að þessu. Já, ég veit að hann hlustar oft. Hann sendi hérna Jói Berg eða Alfreð einhverja þessu billionaires. Já, bara þeir geta ekki hendi bara saman í einu og við fáum að koma með félagarnir. Bjöggi græjar þetta áður en þeir gerir þetta. Einhver af okkur landslýsfélögum græjið engaþóttu right now. En sko mín spurning tengist svolítið það sem við vorum að koma inn á núna. Hver af okkur, að því að það er greinilega ekki Steinþór, hver af okkur er líklegastu til að vera vinur Bjögga Tór?
Alls ekki stefn Hann er reyna sko Það er ég eða þú ekki Býtu, eru þið farnir að taka þann séns frá mér? Já, þú átt ekki breyk Eina sem ég áhyggjur af Hvað áhugamál hefur hann? Hann er áhuga á veiða, hann er áhuga á mótuhjólum Enginn af okkur er í því Hann er áhuga á bodybuilding, ég og blöður Já, ég hef gaman að veiði, hann býr í Mosesbæ Þú har aldrei veitt neitt Hann er fellow sveitungi sko Hefur þú verið að veiða eitthvað? Já, ég hef aldrei veitt eitthvað að viti en ég hef alveg reynda Það er ekkert bitið á hjá þér sem þú veitir sig Ég veitti sjóbyrting eitthvað fyrir nokkrum árum Það er bara þannig, við varum með sökku og allan pakkan En þú tekit á mótorhjóli eins og hann er ofta rúndu með Beckham Ég held mér þess að þú hafði ekki veitt Sigrúni Ég held að hún hafi komið í bílinn og fest En ef einhver úti er samt að selja skellinur Ég er í alvörun að leita mér Skellinur sem eru alvöru læti bara 80 kubika TS-hjól bara geggja dæmi sko. Ég held að þú sett líklegast til að vera félagans Þú myndir kannski taka hann í einhverja enga þjálfun og þið myndir heyrir af Sko ef hann er að hlusta þá get ég tekið hann enga þjálfun Ég er ekki með enga þjálfun, bara með fjárþjálfuna Ég kan skila undatætningu Hvað ætlar þú að kenna honum? Hann lifti þingur Bara bodybuilding Hann á 200 í back sko En ég er að strength coach, ég kom með 210 Á hann 200 í back Já, hann er grjótharður sko Málið það, hann er ekki bara vinur minn Hann er líka svona sko Hann er líka í rauninni bara svona lífvörður sko Já, ég veist ekki að hann var með 200 Já, það er, menna hver átt að ljúga því? Það var skrítið 200 í back Það er magnað, Steindi, þú telur eigin líka líklegastan Nei, ég tel sjálf að mig líklegastan Þannig að ég var líklegast að vera engaþóttu og líklegast að vera vinnur Alltaf ef ég er vinnur, þá fer ég alltaf í engaþóttu Málið það, nei, þetta var ekki þannig Þú ert líklegastu til að fá engaþóttuna Ég er líklegastu til að vingastu Björn að vera vinnir og Öddi er líklegastu til að fá njálk Hér kemur splungun eitt frá GKR og Arró Lægið er cool, það er eitthvað sem að enginn hér inni er En lægið er flott, ég kom á þessu Lægið á Íslandi, GKR og Arró með lægið Cool og ég bara virkilega flott lag hér á ferðnaður Þetta er svakalega vel gert en Arró það er hann Pálmi í Stop It Go Já, auðvitað Hann er farin að kalla sig Arró þá þekki ég 2 Arró Já, Arró tökumæður Hann og Arró tökumæður líka En Steindi, þú ert í smá stressi hérna núna því að við erum nýbúin að færa okkur stúdíó eins og margóft komið fram í þessum þætti og það vantar bettan sem að þú notar í augljósum staðrendum Já, það er svoleiðis Ég er að reyna selfreidsbettin Einmitt, ég er að reyna að finna hérna sko Eðilega það konseptið eða hvernig er þetta? Nei, sko, málið er að erfitt að eðilega geta bull sko Já, það er alltaf skemmtilega að vera með Mr. Selfridge-bettan, það er svoleiðis Býtu, funny background music, ég er að skoða þetta Þú getur ekki verið að finna úr því núna, við erum hérna í beinni útsendingu Hvernig finnst þér þessi? Hvað er þetta? Hræðilega, það er ekki bara hafa gamla góða Jú, gerum það Herru, ok, þú voru þá hækki honum Við þurfum að hafa svolítið svona stemningu sko Hérna Já, hérna, en svo verðum við náttúrulega að redda betanum Mr. Selfish betanum Hann verður komið næst, Já, ég lofa því þú voru að lofa með því Já Ok, þú nefnir að hækka hann ennþá meira Svo þetta verði alvöru föstudags En þá er það svona, þú veist Nei, það er alltaf leið, það heyrið svo vel í mér, ég heyri það Ok, Auði, þá verð ég bara að spyrja, ert þú klár? Ég er klár, ég er með sér stuða Já, ég er ópappast Málega það, ég er svolítið ánægð með hennar blöti Af því að ég sé þú ert í stuði Það er föstudagur Ég veit að alltaf föstudagur þú tekur hann sko En ég finna að þú veist, það er samt svona þú ert í gýr Já, það er farsari Já, það finnst mér svolítið skemmtilegt Ég ætla að byrja rólega Já. Ég ætla að byrja að fara einni mjög augljósi og hún er helviti augljós Það er svona tap it in En fyrsta augljósa staðurinn dagsins og hún hljóma svona og þú ert tilbúin eða Blöndal Ég er ready Þegar þú lokar augunum þá sérðu ekki neitt Varum óróleg Varum óróleg Það er svo ekki Mér varst þú fín, ef þú veist á pælir í hvað sérðu og lokar augunum Ekki neitt, sérðu ekkert Prófa að loka augunum Sérðu eitthvað? Nei, ekki neitt. Þetta var rétt hjá þér. Þetta er augljós staðreynd. Já, hún er mjög augljós staðreynd. Og hún er helviti skemmtileg, mér finnst það. Þá er komið að annarri augljósi staðreynd dagsins og hún hljóma svona: 15 vetra gamall hestur kann ekki að keyra strætó. Já, ákveður 15 vetra. Heyrðu, ég held þú allar að hlæja með mér. Já, nei, býtu. Mér finnst þú verið eitthvað svo döll yfir þessu. Ok, býtu. Þetta betur bettin, þetta snert, þetta tengis bettan. Ekki strætó. Nú ætla ég að lækka þess í bettan. Og ég ætla að segja okkur í hlóð ekki. Af því að þeir eru góðir vinnir og ég er í stuði. Og þessi var bara nokkuð skemmtileg höður. Eða ekki? Jú, okkur 15 vetra hestur. Okkur ekki bara hestur. Okkur hvað máli skiptir, það getur engin hestur keyrt strætó. Sko, ef þú ert 15 metra gammal hestur, þú setur hann í strætó eða rútu, hann kann ekki keyra það sko. Nei, ég veit það, fattar ekki hvað ég er. Þetta er augljóst aðeins. Hann er ekkert að vera 18 og 17 allir að keyra það. Ég finn 18 metra. Ég myndi ekki sko að vera bara nákvæmlega sama upp á tegnum. Það er, okkur sér ekki bara hestur. Já, og hestur getur ekki. Jésús, hækka það í þessu aftur. Tjöfisins rugglefta, hækka miklu meira.
Hanna? Herru, ok, þetta er 15 metra gammal hestur. Það er bara svoleiðis. Þá er næsta, og þessi getur svolítið skemmtileg. Og ég held að hérna, þú hafið sérstaklega gaman að henni og Egill mjög gaman að henni. Þriðja augljósa staðarinn dagsins og hún hljóma svona: sköllótti menn geta ekki safnað skotti. Jú. Já, sko, hversu sköllóttur eru þau? Ég sé sköllóttur, ég gæti það. Já, hann er blöðum er hár. Þetta er augljós staðarinn. Aftan á það ekki. Þetta er augljós staðarinn. Nei, þetta er augljós. Getur það? Já. Akkur? Ég geti svona skotti hérna. Þetta kemur. Þetta hár hérna kemur. Það væri geggja lúkblöð, sko. Nei, það væri ógeðslega. Ok, nauða sköllóttur maður getur ekki. Nei, það er allt annað. Þetta klúðraði ég þess ekki. Anskotin. En þú ert með ég er sköllóttur. Ég er sköllóttur. Hei, ég ætlaði bara að segja þetta þig á móti. Hei, sanna það. Sanna það. Þú erum að sanna skott. Ég get sagt ykkur eitt, það er meiri líkur ég fari einn á Málmey og verði þar í 4 daga heldur en ég safni í skott. Það er bara mjög gaman að sjá það á Málmey. Já, ég er bara að gera það bara. Herru, þá komið að hérna veiðar fisk. Það er satt hanakamp, það er hlust virkað. Já, það er ekki. Já, það er ekki. Skeist aðeins að það. Já, ég skeist aðeins. En það er alltaf leið, ég kem bara tilbaka. Það var að 4. augljósa staðarinn dagsins og hún er mjög skemmtileg. Geimverur eru ekki frá jörðinni, þær eru frá annarri plánetu. Já, það er bara það er augljós staðarinn. Það eru til geimverur. Það er 100%. Ertu vissu það? Já, ég meina það er staðfest það. Það er líklegt. Það er líklegt. Já, en það er ekki staðfest það. Ef við erum með 12 frá það er líklegt. Ef það kemur geimvera hérna sem væri bara, þú veist, geimvera eins og í Mars Attacks eða eitthvað. Hún var í græn og tala, þú veist, svona. Hún var ekki hérðan. Nei. Hún var það annari plándu. Ég veit það. Vistu hvað, það myndi sko að það kemist í heimsfréttir. Öll jörðin myndi vera að fókusa á þessa geimveru. En veistu okkur þessi augljósa staðrindin stendst ekki? Það er ekkit augljós staðrind að sé til geimvera. Svo ekki þess að senda hérna bjórin gull er ekki alvöru og er ekki úr alvöru gull. Þessi er þetta mjög Þessi var best. Þessi var auka. Og ég fekk hann að senda ángrís bara núna fyrir svona 6 sekúndum. Þetta var besta. Það er svo góð. En herru, þá er komið að... Þú áttir ekki bestu í dag. Nei, jú, en sko, málega það. Mér fannst reyndar, ég var mjög hrifin að sköllóttum mönnum þangað þú skemmtir hana. Þú klúraðir henni sjálfur. Ok. Skemmti fyrir sjálfur, kallið minn. En það er komið að augljósi spurningu dagsins. 50 og síðustu. Og þetta er spurning sem ég ætla að beina í þetta skipti ætla ég að beina hana þér. Og... Út að sitja beint á móti þér? Hann sitja beint á móti mér og það er svona gaman að beina til þín. Það er alltaf mjög gaman. Hver er munurinn á pappaðinum og körfubolta? Þetta er rosalega mikið pappi minn. Það er tilviljun bæði við. Það er tilviljun. Veistu hvað Steindi sett á Instagram daginn? Já, hann náttúrulega þú varst þetta með okkur. Hver er munurinn á pappaðinum og hesti? Ég hef ekki riðið pappaðinum. Það er hendari hræðilegt. Málega er það hræðilegt. Hann er riðið hesti. Já, en þetta er samt bara svona það. Ég og pappiðin, we've never done it. Nei, en minna það er bara strax verið skarað. Það er sagt bara að fara að baka þig. Já. Munur á pappa og svo körfubolta? Hver er munurinn á pappaðinum og körfubolta? Já, náttúrulega bara allt. Já, margt allavega. Pappi er ekki appelsínugulur. Mjög gott gísk. Fárlega gott gísk, en ég er ekki að leita því. Það er ekkert að drippla pappa. Hvað er þetta hýrur? Djöfis hitti. Já, en ég er ekki að leita eftir því. En wow. Já, þetta er fárlega gott. Keep going. Það er ekkert að, jú, já, svo smart að pumpa í pappa. Það Pumpa í hann? Það er að tala um það loft. Já, þetta kallar bara mála, þetta kallar að sérum. Bara sérin, komur sko. Tala um það setja pump í pappan sko. Ég veit ekki, það er Ég bara ekki sparka. Mamma banna sparkinu. Það má ekki sparki pappa minn heldur. Ekki að leita til því. Nei, hvað er þetta að leita? Gefstu upp? Já, ég meina, ég held ég ná aldrei því að þú breyti bara. Ég meina, ertu að gefast upp? Já. Þú ætlar ekki að gíska meira? Nei, gefst upp. Pappi þinn er með forhúð. Jæja. En það er staðan. Já, ég held eiginlega sé bara komið að lokum hérna hjá okkur í dag. Þetta var svolítið bara komið gott í dag eða ekki? Jó, ég held að sé hellingur af fólki að núti sem að svona hugsa með sér í hverju þætti hvort við getum ekki farið lægra í
slappa á humornum en Ég þarf að hann náði Steinþór bóttunum fyrir okkur. Var það ákveðið lágpunktur Ég þarf að hitta pappa þér aftur, bara sem fyrst. Ég held bara að hann hafi engan áhuga að hitta þig. Já, það ekki. Það svo allt annað. Pappi minn er alltaf að tala hann langi að kenna vinum minni britt. Þú fengir ekki að koma. Ég verið sem körfubolta með forhúða. Nei, það hef ég ekki séð. Við þökkum kærlega fyrir hlustunum í dag, elsku fallega fólk. Endilega stillið næsta föstudag. Ég sveimi þá, ég bara að lofa ykkur og húmórum verða á betra leveli þar. Men við ætlum að enda þetta á, prinsinum, er þetta ekki bara kóngurinn í dag? Fyrir ekki dór. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni, Garðabæ og til miðnættis í Hagkaup Spönginni, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Meira opið alla daga. Prófaðu nýja Street Foods. Kryddblanda, vefjur, grænmetiskrydd. Tilbúið á 20 mínútum. Santa Maria. Grillhúsið hefur opnað í Borgarnesi. Einfallega næg ástæða til að ferðast innanlands. Grillhúsið, komdu flagnandi. Átt að vera flagnandi. Fer ekur eins og ljón með aðra hönd á stýri. Ísbúð Huppu, Selfossi, Álfheimum, Spöng, Kringlunni og Garðabæ. Allians. Tryggir þína framtíð. Má grilla þetta? Keks? Það held ég alls ekki. En það má grilla sykurpúða.